gríni þarna bræðinni. Jæja, ég býð ykkur velkomin til þessa 668. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Á dagskrá eru 7 mál, það eru 5 fundagerðir til staðfestingar og 2 til kynningar, en upphæfi fundar við hæfi að bjóða Sigur Borgar velkomin á hans fyrsta bæjarstjórnarfund. Og ég göngu til dagskrár. Það er fyrst fundagerð bæjaráðs, það er frá 1251. fundi sem var haldinn 17. mars. Orðið er laust. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir máli númer 2, umhverfisverkefnasjóður. Þannig mál með vexti að íbúðarhreyfingin gerði að tillögu sinni að stofnaður yrði umhverfisverkefnasjóður á borð við listasjóð við gerð síðustu fjárhagsáætlunar. Tillögunni var síðan vísað til umsagnar hjá umhverfissviði og kom síðan til umræðu nýlega á fundi bæjaráðs þar sem að tillagan var stofnun umhverfisverkefnasjóðs var felld með atkvæðum DOS-lista. Það er nú þannig að sem sagt tilgangur þessarar með stofnun svona sjóðs var í rauninni að halda á lofti hagsmunum og hagsmunum náttúruverndar í Mosfellsbæ og tillagan gekk líka út á náttúrulega að efla umhverfisvitund og líka vekja áhuga íbúa á því að taka þátt í svo samfélagslega mikilvægum málum sem náttúruverndarmálin eru. Og þetta, ég leit líka á þetta svona sem lið í eflingu lýðræðis í Mosfellsbæ, að reyna að fá íbúana með í lið með því að á árangursríkan hátt með því að stofna sjóð þar sem þeir gætu sótt styrk til að sinna verkefnum sem þau á sviði náttúruverndar. Svona sjóður, hann sem sagt hefði líka bara eflt svona ímynd Mosfellsbæjar sem samfélags sem hefur sjálfbæra þróun að leiðarljósi og svo framvegis. Það skiptir máli að hlúa vel að þessum málaflokki og ekki síst á síðustu og verstu tímum þar sem að umhverfismálin eru orðin bara stærsti málaflokkur samtímans og mest aðkallandi að sinna náttúruvernd og efla umhverfisvitund íbúa allan heim, ekki bara í Mosfellsbæ. Út af það í rauninni liður í því verkefni hefði verið að stofna svona sjóð og styðja við bakið á náttúruvernd. Okkur í íbúðarhreyfingunni þykir miður að fulltrúar DOS-lista í bæjaráði skuli hafa hafnað þeirri tillögu að stofna umhverfisverkefnasjóð og
ég er með bókun hérna sem ég ætla að lesa. Bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar þykir miður að fulltrúar DHS-lista í bæjarráði skuli hafa hafnað þeirri tillögu að stofna umhverfisverkefnasjóð. Tillagan fól í sér að efla áhuga íbúa á náttúruvernd og ýta undir þátttöku þeirra í því samfélagslega brýna verkefni að efla umhverfisvitund og standa vörð mikilvæg vistkerfi. Aldrei áður hefur jafn mikil þörf verið fyrir frumkvæði í umhverfisverndarmálum. Með því að hafna stofnun sjóðsins gefa fulltrúar DS og DHS-lista frá sér árangursríka aðferð til að vekja áhuga íbúa og samtaka á þessu mest aðkallandi verkefni samtímas. Þeir skila auðu í því í stað þess að fjárfesta í framtíðinni. Haraldur Gjörsvel. Forseti, ég ætla að ræða þetta sama mál. Það er að segja mál nr. 2 í inntakið bæjarráðs sem heitir umhverfisverkefnasjóður. Það er rétt sem framkom í máli bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar að það var lagt fram tillaga þetta tiltekna verkefni í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar. Því var vísað til umsagnar umhverfissviðs sem liggur fyrir, sem að umsögnin sem slík tekur svo sem ekki beinlínis afstöðu til hvort það eigi að stofna hennar sjóð eða ekki, en það er það náttúrulega fyrst og fremst pólitísk ákvörðun. En umsögnin hún svona fjallar kosti og galla þess að svona sjóður yrði stofnaður. Og grundvöllur þess var tekin afstaða til þessa máls í bæjarráði, þar sem að bæjarráði þótti ekki ástæða til þess að samþykkja þessa tillögu að stofna sérstakan umhverfisverkefnasjóð. Það er látið að því liggja hér í ræðustól að mig hugsanlega skilja þetta þannig að það að stofna slíkan sjóð sé upphafa og endir umhverfismála í Mosfellsbæ. Ég held að það megi fullyrða það að þess hvort er það mín skoðun og mjög margra annarra að það sé vel staðið að umhverfismálum hér í bæ. Hér er við lýði sérstök stefnumótun sjálfbæra þróun sem heldur utan meðal annars utan málefni staðadagskrá 21 og farið í gegnum það af umhverfisnefnd á hverju ári. Að mér finnst með miklu metnaði. Það er lagt hér mikið í umhverfi bæjarins. Það varðar svona infrastruktúr sem tengist göngum, hjólreiðum, hestamennsku, útivist, alls konar. Bærinn hefur einstaklega fallega umgjörð og það held ég að megi fullyrða að henni er hlúð. Bærinn hefur líka mjög margar náttúruperlur sem að of langt mál var að telja hér upp sem að haldið hefur verið vel utanum, en auðvitað má alltaf gera betur í þessum málum sem öðrum, en það var okkar skoðun að stofnun umhverfissjóðs var ekki leið til þess. Heldur væri þessi málaflokkur og þessi mál þess eðlis að miklu skynsamlegri væri að ákveða í fjárhagsáætlun hverju sinni hvar áherslurnar eru lagðar í sérstökum verkefnum og að umhverfisnefnd sem slík hefði þá tillögur og stefnumótun í þessum málaflokki eins og hann hefur haft hingað til. Ég er ekki sammála því að stofna svona sjóð sé sérstakt lýðræðisverkefni, þvert á móti. Finnst mér það ekki mjög lýðræðislegt að það séu settir ykkur ákveðnir peningar segjum einhver milljón sem að einhver nefnd bæjarins hefur síðan ákvörðunarvald hvert verið úthlutað. Ég held að ef að það er að efla lýðræði í þessum málaflokki þá er ég miklu frekar að fara á þá leið sem að og við erum náttúrulega að skoða alvarlega að það sé þá settir peningar í einhverju hverfi eða einhverju verkefni þar sem að íbúarnir getur komið beint að því
að taka ákvörðun það í hvað þær fara. Og ég held að það væri miklu lýðræðislega leið og miklu meiri anda þeirra stefnu sem sveitarfélagið hefur verið að taka, að gefa íbúunum ríkar og betri þátt í því að hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi. Það að búa til einhvern miðstýran sjóð sem bæjarstjórn, bæjarráð og umhverfisnefnd eða einhver önnur nefnd hefði yfirráð yfir og úthlutuð einu svona ári, finnst mér bara ekkert með lýðræðislegt. Það er mín skoðun. Þannig að þetta voru nú ástæðurnar fyrir því, svona held ég í svona stórum dráttum, hvers vegna þetta þótti ekki skynsamleg leið á minnst þessu stigi, hvað sem síðar kann að verða, en það hefur ekkert með það að gera að þeim sem að sitja í bæjarráði og í bæjarstjórn þykir ekki vænt umhverfið sitt og vil ekki hljúga umhverfi bæjarins, þvert á móti. Við teljum að fé bæjarins og fé bæjarbúa það sé hægt að ráðstafa því með skynsamlegri og betri hætti með öðrum leiðum sem að stofna svona sjóð. Og ég held að þurfi svo á forseti þegar fyrir þessu umræðu lokið ef hún tegist eitthvað á langinn að svara þessari bókun, en hún myndi það væntanlega vera á þann veg sem að fram kemur í bæjarráði, í bókun bæjar og svona þetta mál. En kannski þess að breyta örlítið orðalagi henni. Bjarki, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir þessu sama máli, númer 2 frá Bæjarasundi 17. mars. Ég satt þennan fund og sumt í tillögu fulltrúa M-lista komið svona spáns fyrir eyru, þannig má orðið komast, því að uppalega sagði það að lagði það til að því settur á fót starfshópur og einnig þessu vísað til umhverfisnefndar. Ég man það ekki betur heldur en það hafi verið talað þannig. Og nú segja reyndar í tillögunni sem fór í fundagerðinni að það talað að það fulltrúa frá umhverfissviði Mosfellsbæjar eigi að koma að þessu starfshópi sem ef að þetta verkefni er að veruleika. Ég spyr mig hvort að það hafi orðið hérna einhver breyting á leiðinni ég var að ræða hér umhverfisnefnd samkvæmt uppalegu tillögunni, breyttist tillaga en það breyttist hún í fundagerðinni. Því að það er rétt að vekja athygli á því að það er fyrst tillaga fulltrúa M-lista og síðan kemur bókun M-lista á sama fundi. Og þá segir orðrétt með leyfi forseta eins og svo oft drukknaði tillaga íbúahreyfingarinnar í aðdróttunum fulltrúa DS vaflist ranga málsmeðferð. Spurning hvað það er oft við en mínum huga var þetta mjög sérkennilegt að leggja til að yrði fyrsta lagi stofnaður starfshópur og leið vísa til umhverfisnefndar sem er auðvitað ákveðin hópur og ein af fastanefndum bæjarins. En það er hvergi minnst á umhverfisnefnd hér í hinn tillögunni, hér eins og hún hér í fundagerð. En hérna, ég læt málum minn lokið. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir því sama máli sem hér hefur verið rætt, mál nr. 2. Ég vil kannski aðeins gera grein fyrir því af hverju ég gat ekki stutt þessa tillögu íbúahreyfingarinnar á þessum bæjarasundi. Það var ekki að því að ég teldi mig að vera ólýðræðislega. Það var ekki heldur að því að vera á móti umhverfinu eða umhverfisvernd. Það var einfaldlega því að ég taldi þessa tillögu ekki verið gerðan gagn. Ég held að við þurfum ekki að stofna sjóði til þess að vera lýðræðislega eða umhverfisvæn. Ég held að það sé fyrst og fremst hvað við gerum og hvernig við gerum það. Nú, Sigrún, bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar talaði hér eitt og annað sem þessu sjóður átt að gera. Það lá ekkert fyrir, það lá bara fyrir að þetta
setja nefnd í það að stofna sjóð. Þannig að mér finnst hún vera svolítið komið fram úr því sem átt að vera. Hitt annar máli, ég sammála því sem bæjarstjóri sagði hér áðan og það eitt af því sem við styðjum mjög eindregið, það að til að efla íbúðalýðræði í bænum að þá veitum við frekar peninga til hverfasamtaka eða einstakar hverfa. Svona svipað og gert í stóra sveitarfélagi hliðina á okkur. Það sem að íbúar geta síðan lagt til hvað þeir vilja alltaf gera. Svo vil ég líka minna á, ég treysti umhverfisnefnd alveg fyllilega til þess að vinna á umhverfismálum og ennfremur að við erum að vinna að grænu skipulagi sem ég tel að eigi eftir að vera burðarásinn ef að vel heppnast til með það að það verður burðarásinn umhverfisnefnd í Mosfellsbæ. Já, fleira ætla ég ekki að segja ekki sinni. Takk. Sigurún Gjörsvöld. Já, ágæti forseti. Mig langar að benda ágæti bæjarstjóra á það að við búum hér í næsta nágrenni við Evrópusambandið og Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að efla lýðræði með því meðal annars að styrkja verkefni. Þeir eru með stærstu styrktarsjóður líklega í heiminum og þeir nota þessa peninga meðal annars til þess að styrkja okkur til þess að fara í hin ýmsu verkefni. Og þetta er bara aðferð sem að líka bara sveitarfélög, til dæmis á Norðurlöndum og Þýskalandi og fleiri stöðum hafa notað til þess að virkja íbúa til að taka þátt í samfélagslegum verkefnum. Þannig að allt þetta styrktarapparat Evrópusambandsins er beinlínis hugsað þannig að virkja íbúana til þess að taka þátt í mikilvægum samfélagsverkefnum. Og þess vegna nefndi ég það nú að þetta með lýðræði. Íbúahreyfingin hefur nú þegar gert að tillögu sinni og gerði það við undirbúning þar síðustu fjárhagsáætlunar gerðar að sett yrðu peningar í hverfin þar sem að fólk fengi að forgangsraða sínu verkefnum og ákveða hvaða verkefni þau vilja setja í forgang og svo framvegis. Og Samfylkingin kom síðan með þessa tillögu, svipaða tillögu inn á borð. Okkar á samsýn. En við getum bara að fara yfir þetta og eftir Anna Sigríður. Ég lagði þessa tillögu fyrst fyrir bæjarráð, áður en kom að fjárhagsáætlunargerðinni og síðan aftur síðan. En mig langar að lesa upphaflega tillögu af því að Bjarki var og Ólafur, þeir skildu ekki alveg hvernig þessari málsmeðferð var háttað, en ég ætla að lesa upphaflega tillögu sem að íbúahreyfingin kom með þegar verið var að vinna fjárhagsáætlun og hún hljóðaði svo: Bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að stofnað verði umhverfisverkefnasjóður á borð við listasjóð Mosfellsbæjar. Verkefni eins og skógrækt, uppgræðsla lands, hefting ágengra tegunda, endurheimt lífríkis og umhverfisfræðsla ættu skjóli í þessum sjóði. Og síðan þegar hún kemur aftur inn á borð, þessi tillaga, þá var hún útfærð aðeins nánar til þess í rauninni að koma henni einhvern veginn á framkvæmdastig og þar var lagt til að það yrði stofnaður starfshópur
til þess að velja þau verkefni sem að væru styrktarhæf eða sem sagt, til þess að velja þau verkefni sem að vert að styrkja og gott var að ýta undir hér í Mosfellsbæ. Öðruvísi var nú þessi tillaga ekki og það kom til tals að vísa þessari tillögu til umhverfisnefndar en af því varð ekki vegna þess að tillögunni var hafnað. Þannig að þess vegna kemur þetta hvergi fram, Bjarki, að það skuli vísa þessari tillögu til umhverfisnefndar. En engar síður þá þetta ástæðan fyrir því að þetta fór ekki sem sagt inn á borð umhverfisnefndar. Haraldur Gjörsvel. Já, þessi spurning áður ég að gera östu fundarhlé. Það er komið óskum fundarhlé og það er orðið við þeirri beiðni. Haraldur Gjörsvel. Já, forseti, það er áframhald af þessari umræðu. Umhverfisverkefnasjóð. Bara út af orðum fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar örstutt. Það má vera að bæjarfulltrúinn sé aðdáandi Evrópusambandsins og eru einhverjir hér við þetta borð það. Undirritar það ekki og telur ekki ástæðu fyrir Ísland að ganga í það samband. Þó að það sé nú ekki verkefni sveitarstjórnarstigsins að ákveða það og við munum ekki þurfa að greiða atkvæði það hér við þetta borð. En ég segi þetta vegna þess að því samfari ég heldur ekki hrifinn af því fjárhagslega styrkjaumhverfi sem það hefur búið til og því bákni. Það kann að vera að einhverju séu það og ég ber alveg virðingu fyrir þeim skoðunum en ég hins vegar annarra skoðunar. Á þess að ég ætla að fara að bera þá skoðun hér uppi í þetta borð. En bara vegna bókunar íbúðarhreyfingarinnar þá óskar bæjarfulltrúar DFF og S-lista að bóka eftirfarandi sem er í raun og veru nokkurn veginn samhljóða bókun DFF og S-lista í bæjarráði. Örlítið breytt, Mosfellsbær hefur metnaðarfulla stefnu í umhverfismálum sem unnið er eftir. Vel er haldið utan slík verkefni á starfsmönnum á umhverfissviði og í umhverfisnefnd. Bæjarstjórn telur ekki skynsamlegt að stofna sérstakan umhverfisverkefnasjóð. Skynsamlegra er að beina fjármunum í sérstök verkefni sem snúa að umhverfismálum í tengslu við fjárhagsáætlun ár hvert, verkefni einstakra sviða og samkvæmt áherslum umhverfisnefndar. Þetta óskum við eftir að verði fært til bókar. Þetta hér er þetta bara svona. Sigurður Gjörsvel. Það er annað mál. Já, ég ætla fyrst að kanna hvort það séu fleiri sem vilja tjá sig annað mál. Mál nummer 2. Ég lít svo að það að umræðum mál nummer 2 sé lokið og komið að öðrum málum þessara fundagerðar. Gjör svo vel, Sigrún. Já, ágæti forseti, það mál nummer 5, það er reglur upptökur á fundum bæjarstjórnar. Á síðasta fundi bæjarráðs var það tekið fyrir. Á þeim fundi þá bókaði íbúðarhreyfingin óánægju með þær breytingar sem var að gera á 5. grein eða sem sagt nýrri útfærslu á 5. grein reglna upptökur á bæjarstjórnarfundum. Og íbúðarhreyfingin gerði grein fyrir því
það tíðkist einfaldlega ekki í reglum sem gefnar eru út af sveitarfélögum að sitjandi bæjarstjórn beini vinsamlegum tilmælum til fólks sem gilda tiltekin atriði í rekstri sveitarfélaga og svo væri textinn einfaldlega þannig að ætla mætti að fólk og fjölmiðlar væru að afbaka og gefa vísvissandi ranga mynd af umræðum á fundum bæjarstjórnar og okkur finnst lítil reisn yfir því að tiltaka svona hluti í reglu. Í rauninni það sem hefði átt að gera af því að svona texti í reglum, hann hefur ekkert lagagildi. Það hefði verið miklu skynsamlegra að stilla þessu í hóf, hvernig þessar reglur eru orðaðar og bara vísa í meiðyrðalöggjöfina í stað þess að vera með svona leiðindi í reglum sem að sveitarfélagið er að gefa út. Og ég er hér með sem sagt tillögu sem að hljóða svo: Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinni að framkomi neðanmáls við 5. grein reglna upptökur á bæjarstjórnarfundum að einungis stí- og vafflisti standi að baki ákvæðinu. Íbúðarhreyfingin á enga hlutdeild í textanum og telur það vera lýðræðislega sanngirniskröfu að það komi skýrt fram. Er þetta bókun? Já, nei, tillaga. Ég er að með tillögu minni að það verið gert svona. Ég er að gera tillögu minni að reglunum, á ég að lesa þetta? Nei, ef þú sendir mér þetta bara, eða Sigurði og sjáum þetta, skoðum þetta. Anna Sigurður, var þetta sama mál eða? Já. Gjör svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir sama máli reglunum upptökur á fundum bæjarstjórnar. Reyndar sat ég nú ekki sjálf þennan bæjarráðsfund, heldur varafulltrúi minn þar, bæjarfulltrúi Ólafur Ingi. Ég tel rétt að ég komi samt upp undir þessu máli vegna þess að við stóðum ekki að samþykkt reglana á fundunum. Megin ástæða þess er að við teljum að þegar við setjum reglur þá þurfum við að hafa einhver viðurlög þegar reglurnar eru brotnar. Það er ekki einfalt að sjá hvernig það á að vera í því máli sem að við stöndum frammi fyrir hér. Auðvitað er það þannig að þarna er bara verið að endurskoða gamla reglur sem að voru setta hér þegar það var byrjað að taka upp fundina, minni mig hafi verið upplýst. Og eflaust var fólk þá að þreifa sig áfram í nýju umhverfi. Og það er líklega skýringin á að í gömlu reglunum voru einhver svona svipuð ákvæði eru núna í þessum nýju. Ég og við teljum bara einfaldlega að það sé ekki þörf á þessu ákvæði. Og nú hef ég ekki borið það sem ég ætla að segja næst undir félaga minn bæjarfulltrúa Ólaf Inga. Ég verð samt að segja vísa til þeirra tillögu sem var lögð fram hér áðan að ég held að sé afskaplega óskynsamlegt ef að þeir sem ekki samþykkja, það er náttúrulega meirihluti atkvæði sem ræður á fundum hjá okkur og ef við ætlum alltaf að setja inn klausur í til dæmis allar reglur hverjir samþykkja og hverjir ekki, þá held ég við komum fljótt í ógangur. Við náttúrulega tölum fyrir því hér að við erum ekki sammála þessum reglum og það hefur ekkert að gera með persónulega leikendur í þessu máli. Okkur finnst bara ekki skynsamlegt að hafa svona ákvæði inn í reglunum. En við getum ekki, eða að minnst kosti ég, og ég er allavega afskaplega hissa ef Ólafur Ingi greiddi atkvæði með því að setja klausu inn í reglunar að það var einungis stí- og vafflisti sem að stæða þessu. Ég held ég sé búin að segja það sem ég ætlaði að segja, ætla ekki að orðlengi það meir. Haraldur Gjörð svo vel. Já, forseti.
kom reynda fram í máli bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar að hér raun og veru bara að ræða breytingar á þegar samþykktum reglum. Það að segja að það hafi verið í gildi reglur og þegar þetta orð er notað sem reglur þá er þetta þá leiðbeiningar það hvernig fara skuli með upptökur af fundum bæjarstjórnar. Og þær voru samþykktar hér á sínum tíma þegar að var ákveðið að taka hér upp hljóð af fundum bæjarstjórnar hérna á síðasta kjörtímabili upphafið þess árið 2010 og það var aðgengilegt á vef bæjarins. Síðan hefur það breyst með þeim hætti að núna er ekki bara verið að taka upp hljóð heldur líka mynd og reyndar líka fundurinn aðgengilegur í vefstreymi í beinni útsendingu að svo má orðið komast. Þannig að það var bara verið að aðlaga þessar reglur eða leiðbeiningar að þessu tiltekna breytta formi. Og eins og reglurnar voru orðaðar þá það þannig að 5. greinin, hún hljóðaði svo: upptökur af bæjarstjórnarfundum eru eign Mosfellsbæjar, þær eru eingöngu ætlaðar til afspilunar og óheimilt að nota þær til annarra hluta eða öðrum en Mosfellsbæjar sjálfum án sérstakar heimildar hverju sinni. Þó er heimilt að vísa til texta upptöku eða nota upptökuna til afspilunar en þá skal nota allan textan ef vitnað til ákveðins dagskrárliðar eða allan textan ef vísað til ákveðins ræðumanns undir ákveðnum dagskrárlið. Skilmála þessa efni skulu setja við upptökur sem settar eru á vef bæjarins. Þetta eru raun og veru gildandi reglur upptökur af bæjarstjórnarfundum en hér er verið að leggja til annað orðalag á þessu tilteknu grein sem og að bæta við mynd í aðrar greinar þessara reglna leiðbeininga og hún hljóðar svo eins og tillagan hér eins og bæjar á samþykkjana og liggur hér fyrir fundinum, þessi 5. grein, með leyfi forseta. Upptökur af bæjarstjórnarfundum eru eign Mosfellsbæjar. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar óskar vinsamlega eftir því að upptökurnar verði eingöngu notaðar í málefnalegum og lögmætum tilgangi og ekki til að ábaka eða til að gefa vísvitandi ranga mynd af þeim umræðum sem fram hafa farið á fundi bæjarstjórnar. Þarna þótti bæjar að ástæðan til að breyta þeim reglum sem í gildi eru í þessa mynd, þessa veru og að raun og veru hliðra til og gera þær sveigjanlegri og ekki svona harðlega orðaðar eins og þar eru í gildandi mynd. Og mér finnst þetta bara ágætt þessa tillaga og ég átta mig ekki alveg á því af hverju þetta þykir asnalegt eða til leiðinda að bæjarstjórn komi ábendingum það hvernig farið skuli með þessar tilteknu upptökur. Ég bara átta mig ekkert á því og mér finnst þetta bara gott að séu sett þessi tilmæli eða leiðbeiningar þessa notkun því að það er mjög auðvelt í nútíma tækni að taka svona upptökur og gera úr þeim eitthvað sem er ekki tilgangur bæjarstjórnarfunda. Og ég held að sé bara ágætt að við og sérstaklega við og þá sem erum að halda utan þessa fundi og það fólk sem þá er að vinna með okkur að við sammælumst það að umgangast þessar upptökur með einhverjum svona hætti. Auðvitað er engin viðurlög, það er bara eðli málsins samkvæmt ekki frekar en það að ef ekki textað ef þessar upptökur er ekki ef til dæmis eins og stendur hér annarra grein upptökur funda bæjarstjórnar skuli fara fram nema málefnalegar og tæknilegar aðstæður hamli, það er engin viðurlög við því að það tekst ekki frekar en öðru. Þannig að ég meina þetta er bara svoleiðis og þannig að ég sé engan tilgang í því að fara að tala einhver viðurlög við þessu í öðru reglum eða leiðbeiningum sem bæjarinn setur. Hins vegar held ég að tillaga íbúðarhreyfingarinnar að setja hér einhverja neðanmálsgrein sé ekki tæk og henni lítur að vera að vísa frá forseti þar sem að reglur eru samþykktar hvort sem það er öll bæjarstjórn standa því, hún er samþykkt ef meirihluti bæjarstjórnar greiðir því atkvæði. Hins vegar er bæjarfulltrúum heimilt að láta í ljósi afstöðu sína við afgreiðslu
á viðkomandi máli í fundargerð bæjarstjórnar. Þar getur bæjarfulltrúinn komið því á framfæri og hún hefur ekki staðið að þessari tilteknu samþykkt þegar það verður borið upp og verður það samþykkt. Það ekki ennþá búið að bera upp þetta mál. Þannig að ég legg til eða skýrskota til forseta það hvort að þetta sé tæk tillaga. Mér sýnist í fljótu bragði ekki. Anna Sigríður var búin að óska eftir að bregðast örstutt við orðum bæjarstjóra. Theodór. Forseti, takk fyrir þetta. Fyrst langar mér bara að byrja á því sem bæjarstjóri nánast endaði á þegar hann var að tala viðurlög við að reglur væri brotna. Þá ekki það sama þú ert að setja reglur sem eru beinast öðrum heldur og að bera það saman við að tæknilega sé ekki hægt að taka upp fundi. Það þá einhver mistök inn á við, hitt beinist að öðru fólki. En látum það nú vera. Og ég ætla ekki að vera hér lengi, mér finnst þetta ekki vera þannig mál að ég ætla að fara lengi að fundi fram að miðnætti út af þessu. En sko, ef þetta eru reglur, ef þetta ekki reglur, þetta eru leiðbeiningar eins og bæjarstjóri sagði, þá eiga þetta að heita leiðbeiningar. Í reglum felst að það eru reglur. Þau geta kallað þetta þá leiðbeinandi reglur ef fólki finnst það betra. En og svo bara eitt, pínlítið, ég voni ég kalli ekki yfir mig, röð bæjarfulltrúa meirihlutans í pontu út af því sem ég segi næst. En, hver metur ef einhver að gera vísvitandi ranga mynd af þeim umræðum sem framfara á fundi bæjarstjórnar? Hvernig ætlum við að meta það? Hvort það er gert vísvitandi eða vegna vangáar, ég veit það ekki. Ég stendi það, ég er ekki hrifin að hafa þetta þarna inni. Hins vegar tekið fullkomlega undir það sem bæjarstjóri endaði svo að ræða og það var að við sem hér situm við þetta borð, að við gætum þess að sýna ávallt fyrsta lagi virðingu, gagnvart hvert öðru, í öðru lagi kurteisi og í þriðja lagi að forðast það í lengstu lög að snúa út úr eða vísvitandi gefa ranga mynd af því sem hér fer fram. Það eigum við okkur, það er okkar, þið vitið, það er okkar ábyrgð. Mér finnst það ekki alveg eiga erind inn í reglur um upptöku bæjarins, ég verð bara að segja það. En öðruleit, þá skal ég fara úr pontu núna, takk forseti fyrir að leyfa mér að koma og ítrekka þetta. Theodór Kjörsson. Forseti, sama mál. Ég langar bara að byrja á því kannski að taka undir með önnur Sigríði bæjarfulltrúa sem að kannski enda þessi hvernig við kannski erum að horfa á fimmtugrann. Ég er sammála það. Þó að mér finnist í lagi að við gefum aðeins innsýn í hvað er átt við með því. Það er að segja að við sýnum hvort við erum virðingu, við umgöngumst af virðingu hvort við annað, við förum í pólitíkina á málefnulegan hátt og við gerum það bara, eins og við skiptum svo skoðun, við erum ekki sammála, við gerum það bara á þann hátt. Það verður engum refsað, þetta segir eins og 5. grein með leyfi forseta, að upptökur af bæjarstjórnarfundum eru eign Mosfellsbæjar, bæjarstjórn Mosfellsbæjar óskar vinsamlegt eftir því að upptökurnar verði eingöngu notaðar í málefnum og lögmætum tilgangi og ekki til að afbaka eða gefa vísvitandi ranga mynd af þeim umræðum sem farið fram á fundum bæjarstjórnar. Þetta er bara vinsamleg ábending til þeirra sem geta gert svona. Það er að segja í því felst ekki það neitt lagabrot, menn geta gert þetta. Bara vinsamlega ábending og við getum tekið til okkar. Og það eru siðareglur sem við fyrir líka eftir og við myndum auðvitað fara vísa í þær fyrst og síðast. En þetta er til annara og eingöngu notar í málefnum og lögmætum tilgangi. Bæjarfulltrúi Sigurðun nefndi það áðan að það væru til lög sem fjölluðu það þegar eins og meiðir eða eitthvað og það er hægt að styðjast við það enda lögmætum tilgangi. Mér langar hins vegar að nefna líka þessar reglur. Þetta er ekki bara reglur þessa einu grein. Bæjarstjóri nefndi aðra grein og það er rétt að nefna fyrstu greinina þar sem að hvar reglurnar sæki sem við sjálfur sér uppruna sinn, það sækja þetta 15. greinar ritun fundagerða í samþykktum stjórn Mosfellsbæjar. Þar sækja það stuðning sinn, svo er fjallað það. Bæjarstjóri nefndi aðra grein, upptökur fundabæður skulu fara fram nema málefnur og tæknar ástæða hamli. Það er að segja, það á að taka þetta upp nema eitthvað annað gerist og það þarf að vera málefnulegt. Það er að hefjast leið á forseti og við getum haldið áfram, þetta eru líka reglur og ekki síður
Þetta eru réttindi íbúa að fá þessi gögn. Því að við lesum þetta áfram, upptökur skulu vera aðgengilegar á heimasíðu Mosfellsbæjar með sama hætti eða sambærilegum hætti og gildir fundargerðir bæjarstjórnar. Þetta skiptir verulegu máli fyrir íbúana að það er skráð og skrifað, þetta skulu vera aðgengilegt þegar rétt á þessum gögnum. Og ég gerir fastlega ráð fyrir því að einhverjir klippir saman þessa fundi, jafnvel það sem ég er að segja hér, og gerir úr því skemmtilegt myndband, má það mín vegna, en bara ekki afbaka það eða gera eitthvað annað úr því. Taka orðið mín og ræða því ranga röð, en alveg eins og upptökum á þingi, borgarstjórn eða hvar að þá munum við ekkert ná, þetta er ekki felulegur hérna, en þetta er svo það sem við erum að biðja og þess vegna felst ég á þetta og við óskum bara vinsamlegt því upptökurnar verið eingöngu notar í málefnum og lögmætum tilgangi og ekki til að afbaka eða gefa vísindi ranga mynd af þeim umræðu sem fara fram á fundi bæjarstjórnar. Ef einhverju vill gera það, gerir hann það bara þá. Hann gerir það þá bara, mæti bara þeim afleiðingum, við ætlum ekki að refsa honum sko. Þetta er bara leiðbeiningum hvað við eigum við, þannig ég held þessum að tala rosalega lítilvæg atriði, en mér langar hins vegar að nefna að því við höfum rætt þessar reglur áður og þá tók ég alveg heilsóðar undir með þeim sem komum frá andmælum eins og Sigrún og íbúarhreyfingu og Samfylkingu líka og það að fyrri reglur voru bara hamlandi. Sá texti sem nú er farinn til bóta. Því það voru settar reglur, þetta var leyfi. Ég held að það samrýmist ekki því sem við erum að gera hér. En þessi texti setur engar skyldur annað heldur en bara svona siðferðislega skyldur á okkur öll. Og þú varst að velta fyrir refsingu og eitthvað, ég held að kom ekki til greina. Og ég held að hvernig við dæmum það bara hvert annað. Ef ég afbaka eitthvað sem að, annars þú segir ég bara þori það ekki. En ég held að þetta sé ekki það málið. Þetta eru bara texti og ég held að sem að kannski til að íbúarhreyfingur það að bóka undir að ég sé flutningsmaður þess að ég skal fegin hafa það, en það er algjörlega galið að gera það í reglunum. En það er að koma um bókun og andmæla þeim, allt í góðu og segjast ekki greið atkvæði með þeim. En það ætla ég ekki að gera. Ég gæti halda áfram með þetta, ég held ég láti þetta duga. Please, sá ég hérna. Eru fleiri sem æskja þess að ræða þetta 5. mál? Já, það er tillagan upp á barði. Já, ef að fleiri æskja þess ekki til þess að taka til máls ákkurat núna, þá ætla ég að gera örstutt fundahlið. Á funda 9. Ég lít svo á að umræðum 5. mál sé þá lokið. Það liggur hér fyrir tillaga og í ljósi þess að gerir tillögu minni að við afgreiðum 5. mál og kláruðum það áður en við höldum áfram með fundagerðina. Þannig að er einhver sem óskar eftir að ég lesi tillöguna að 9? Sigrún, óskar eftir því? Já, nei, ég er komin, já, sem sagt, þú ert bara að bera þetta við. Já. Það er ekki komin fram nefn bókun eða hvað? Nei. Nei, ok. Þeir sem að samþykja tillöguna gjör svo ekki að merki. Takk fyrir og á móti. Tillagan er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Þeir sem að samþykja afgreiðslu bæjarráðs í 5. máli. Já, ég ætla bara að bera upp tillögu hérna afgreiðslu bæjarráðs og svo hefur tækifæri til þess að bóka í framhaldinu. Þeir sem að samþykja afgreiðslu bæjarráðs í 5. máli gjör svo ekki að merki. Takk fyrir og á móti. Afgreiðsla bæjarráðs í 5. máli er samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1. Þú óskaði eftir að bóka meðan þú ert að ljúka þeirri vinnu. Óskar eftir fundalhí eða? Ég er búin að senda Sigurði bókunina. Þú ert búin að senda Sigurði bókunina. Sigurður, gjör svo vel, þá orðið þitt. Já, ágæti forseti. Og bókunin hljóðar svo. Já, bókunin hljóðar svo. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar harmar eða sem sagt, nei, ég ætla að hafa hann öðruvísi.
bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar mótmæli þeim ólýðræðislegu vinnubrögðum sem fulltrúar DV-lista hafa viðhaft í tengslum við endurskoðun á 5. grein reglna hljóðupptökur á bæjarstjórnarfundi og því gerræði að setta séu reglur í nafni bæjarstjórnar Mosfellsbæjar sem einungis meirihluti stendur að baki. Hvorki Alþingi né aðrar sveitarstjórnir hafa sett sér reglur til að stýra því hvernig fólk og fjölmiðlar umgangast upptökur af opinberri stjórnmálaumræðu sem segir sína sögu fánýti ákvæðisins. Íbúðarhreyfingin telur auk þess að skynsamlegra hefði verið að vísa í meiðyrðalöggjöfina en að semja ákvæði sem á sér enga lagastoð. Sendur þetta á Sigurð. Það er komið fram óskum fundarhlé og það er orðið við því. Við þá funda 9, Theodór gjörðu svo vel. Forseti, framhald þessu umræðu sem þegar hefur farið fram þessar ágætu reglur okkar sem við höfum samþykkt. Þá þannig lesu bókunina þá langar maður aðeins að minna á það sem farið hefur fram og það tekur til þess að þessar reglur sem við vorum að breyta á aðlaga núna því að við erum ekki einvörðungu lengur að taka upp fundi okkar í hljóð, heldur líka í mynd, þá þurfum að breyta og laga reglunar að því og það fór heilmikil umræða fram í bæjarráði og tók svolítinn tíma og það voru líflegar og eins og ég sagði hérna á þá tók ég undir sjónarmið sem komið þar fram bæði frá Samfylkingunni og þetta Sigrúnu bæjarfulltrúa líka að þær reglur sem gildir voru ja, að mínu viti svona ekki til þess fallnar að ég geti samþykkta vegna þess að það voru takmarkandi með þetta og leyfi til að meðhandla og þess vegna tók ég undir þau sjónarmiðin að það mætti ekki vera þannig og þess vegna hafa þessar reglur lítið dagsins ljós og þess vegna segja hér í púlti að þetta að ekki hafi verið lýðræðislega verki staðið. Það reglur sem hérna liggja fyrir hafi ekki fengið neina umfjöllun, við ræddum það sannarlega og ég og aðrir í bæjarráði fengum tækifæri til að hafa skoðun á þeim og ekki bara skoðun heldur breyttum við veigamiklum þáttum sem snúa að því að hamla ekki fólki að nota þetta, annað heldur en bara vísa til þess eins og við rætt hérna að fara varlega með þetta og það má ekki heldur gleyma því að á undan þessari bæjarstjórn hérna var önnur sem tók upp það verklega að taka upp fundin og setja það á vefinn, öllum til gagns, setti þessar reglur sem við vorum hins vegar að breyta. Þannig að það er eiga forsögu, þetta er ekki eitthvað sem við vorum að kokka hér upp ykkur meirihluti. Og kannski eins og kemur fram í bókun heimlista að við grípum niður með leyfi bæjarstjórnar hluta til. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar mótmæli þeim ólýðræðislega vinnubrögðum sem fulltrúar DV-lista hafa viðhaft í tengslum við endurskoðun á 5. grein reglna hljóðupptökur og minni á það sem ég sagði hér áðan, þetta var lýðræðislegt á bæjarstjórnarfundum og því gerræði að setja sér reglur í nafni bæjarstjórnar Mosfellsbæjar sem einungis meirihluti stendur á baki. Þessi bókun kom með þessi eftir að við greiddum atkvæði sem fjölluð þannig að 8 greiddum með þeim og 1 á móti. Þannig að ég er nú bara sáttur við það og finnst bara þetta bara stór og góður meirihluti og ánægður með það, en hér kemur það á bókunni sem er bara stutt og kannski takti við það sem ég hef sagt. Bæjarfulltrúar DV-lista nú fór vísa því að bug að viðhöfð hafi verið ólýðræðisleg vinnubrögð meðferð þessa máls. Þvert á móti var samþykkt reglum breytt til að koma móts við fleiri sjónarmið meðal annars áheyrnarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar í bæjarráði. Takk fyrir. Einhverjir sem vilja tjá sig frekar þetta 5. mál. Ef svo er ekki þá er umræðan lokið 5. mál. Einhver sem vilja tjá sig önnur mál í fundargerð bæjarráðs en mál nr. 2 og 5. Ef ekki þá er umræðan lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerð bæjarráðs gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir.
Það við vorum búin að það var þá voru það öll mál sem var verið að bera upp nema 15 mál sem var búið að bera upp sérstaklega. Og þau eru staðfest með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir næstu fundargerð sem fundargerð 1252. fundar bæjarráðs sem að haldin var 23. mars. Haraldur, gjörðu svo vel. Það að taka til máls hér undir máli nr. 4 í þessari fundargerð, þar að segja óskum skipulagningu lóðarlandi Sól hérna við Hólmsheiði. Því að fundargerðin hún kannski gefur ekki alveg glögga mynd af því hvað þarna er á ferðinni, hann langaði bara aðeins að fara yfir það í afstuttum orðum. En reyndar undir fundargerðinni opið bréf frá þeim sem til bæjarins leita varðandi þetta, þannig að bæjar búið geta svo sem lesið það og sett inn í máli með þeim hætti. En þarna Síminn, fyrirtæki Síminn, að óska eftir lóð eða landi við Sólheimakot sem nálagt við Hólmsheiði og hyggjast þar hafa áform að reisa þar gagnaver. Þeir hafa hugað því að gera þetta í áföngum, þannig að fá í fyrstu úthlutað 5.000 fermetra lóð eða hálfum hektara til þess að reisa 2.500 fermetra byggingu sem að í öðrum áfanga geti stækkað 5.000 fermetra og sínu framhaldinu þetta orðið enn stærri. Ástæðan fyrir því að þeir óska eftir þessu tiltekna landi undir þessa starfsemi fyrst og fremst svo að það liggur mjög nálagt eða landi í raun og veru liggja háspennulínur 2 sem eru frá virkjunum hér á Suðurlandi og koma þar inn í tengiverið við Geithals sem stutt frá þessu landi og því hentar þessi staðsetning vel til þess að nálgast orku sem þarf í starfsemi sem þessa, þar að segja undir gagnaver. Og þetta má flokkast undir orkufreka þjónustu. Ég held að það sé kannski rangt að kalla þetta iðnað í sjálfu sér, þó að sjálfsagt svo sem megi færa einhver rökur í því. En þetta bara þjónustu, þar að segja gagnavers þjónustu sem að við hér á Íslandi höfum horft til svona nokkurn tíma að gæti verið sóknarfæri fyrir okkur hér til að nýta okkar orkuauðlindir á umhverfisvænan og hugsanlega grænan máta. Það er að segja starfsemi orku eða gagnavera fylgir ekki þau umhverfisáhrif sem að fylgja stóriðju sem að hefur verið mestu notandi eða stærstu notandi, langstærstu notandi á okkar orku, endurnýtanlegu orku. Mér finnst þetta ánægilegt að þetta fyrirtæki sýni áhuga á að reisa þessa starfsemi hér í okkar bæ. Þeir höfðu verið og höfðu ætlað sér að hafa þessa starfsemi hinum megin landamærana, ég var orðað þannig, þar að segja í Reykjavík, þar sem skipulagt iðnaðar eða athafnasvæði hjá Reykjavík á Hólmsheiði, en finnst fýsilegra að reisa þessa starfsemi á þessum stað í landi Mosfellsbæjar. Það hefur áður komið til tals á þessum stað að hafa starfsemi sem þessa. Bæjarráð var búin að fjalla óskir aðila á þeim tíma fyrir nokkru síðan þar sem þau höfðu áform að reisa gagnaver á þessum stað og hafði verið jákvætt fyrir því. Þau áforma hins vegar ekki gengið eftir. En mér finnst það endurtaka það ánægilegt að
að þetta mál skuli vera komið á þennan rekspöl og því var í bæjarráði vísað til skipulagsnefndar, svona til skipulagslegra skoðunar. Það þarf náttúrulega að af þessu verður að breyta aðalskipulagi og deiliskipulagi að sjálfsögðu fyrir þessa starfsemi og hún þarf að fagnefndin að því svið þarf að leita mat á það og svo vísa til bæjarstjóra til frekari viðræðina við þessa tilteknu aðila. En ég vildi bara vekja athygli á þessu og raun og veru fagna því að það skuli vera að fyrirtæki að þessari stærð og með þessa afkastagetu, ég orða það þannig, eins og Síminn hafi áhuga á því að reisa starfsemi að þessari gerð og þessum stað í Mosfellsbæ. Sigrún, var það þetta sama mál eða? Nei. Ég held að sé rétt að við höldum okkur við fjórða málið áfram eða það eru fleiri sem óska þess að taka til máls það mál. Ef ekki þá lítið svo umræðum það mál sé lokið. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir máli númer 7, það er Brúaland. Á síðasta fundi bæjarráðs var samþykkt að gefa grænt ljós á framkvæmdir á skólalóð við Brúalandsskóla. Á fundinum innti ég bæjarstjóra eftir því hvort búið væri að gera mælingar á loftgæðum í skólan og ég fékk það svara að svo var ekki, en það væri í bígerð. Það er sem sagt ekki búið að gera þessa mælingar og samt er verið að óska eftir heimild til eins og í þessu að máli að hefja framkvæmdir utanhús á vegna skólabyggingar við Brúaland. En hvað sem því líður, í millitíðinni kom síðan að því að Vegagerðin mældi fyrir nokkrum árum umferðarhávaða á Vesturlandsvegi við Brúaland og er niðurstaða þeirra mælinga sú að hávaðinn er langt yfir leyfilegum mörkum. Ég finn þess hvergi stað að þessar mælingar hafi nokkru sinni verið bornar undir fræðslunum sem hefur náttúrulega það hlutverk að gefa grænt ljós á hvar skólahald skal hafið hér í Mosfellsbæ og en samt sem sagt ég leitaði og það gekk erfilega vegna þess að fundagáttin hún er ekki mjög beisin leitarvélin á fundagáttinni en eftir víðtæka leit fann ég á fundagátt að kortlagning hávaðans hafði verið kynnt í skipulagsnefnd 1.7. sem sagt þegar að nefndirnar voru farnar í sumarfrí í júlí 2014. En þess að fræðslunefnd var þetta árið í sumarfríi frá 13. maí til 16. september. Það sem skipulagsnefnd gerði var að hún fól skipulagsfulltrúa yfirfara gögnin en svo virðist sem málið hafi einfaldlega dagað uppi. Ég allavega sé ekki og fann ekki þess stað að neitt frekar hefði verið rætt þessi mál. Og ég tel að þetta sé gramalvarlegt, að fræðslunefnd, að ekki hafi verið haft samráð við fræðslunefnd þetta og þessar niðurstöður, þessara mengunarmælinga á Vesturlandsvegi, ekki verið kynntar fyrir nefndinni. Vegna þess og ástæðan fyrir því að mér finnst það mjög alvarlegt er að það gilda sérstaklega strangar reglur allt sem lýtur að hagsmunum barna, bæði í skólum, bæði grunnskólum og leikskólum. Í reglugerðum hávaða er sérstaklega tekið fram til dæmis í 4. grein að þar sem dvalarsvæði á lóð er skilgreint skuli þess gætt að hljóðstig sé ekki undir
sé ekki yfir 55 desibílum. Í 7. grein G að börn séu viðkvæmari fyrir hávaða en fullorðnir. Í 8. grein segir að gæta skuli sérstaklega að hávaðavörnum við leik- og grunnskóla. Í reglugerð hollustuhætti segir þess skal gæta staðsetning skóla, daggæslu í heimahúsum, gæsluvalla og leikvalla að ekki verði að ræða við staðsetningu sem sagt skóla, daggæslu í heimahúsum, gæsluvalla og leikvalla að ekki verði að ræða ónæði vegna hávaða frá umferð. Í reglugerð gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða segir í 3. grein. Húsnæði, skólalóð og allur aðbúnaður þarf að vera þannig úr garði gerður að unnt sé að ná markmiðum laga grunnskóla og aðalnámskrá. Er það sérstaklega átt við að nemendum og starfsfólki skóla sé tryggt öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi sem skapar öryggi og vellíðan þeirra, svo sem varðandi húsbúnað, hljóðvist og svo framvegis. Í 7. grein segir síðan húsnæði, lóð, aðstaða og búnaður og öll starfsemi sem börn taka þátt í á vegum grunnskóla skulu miðast við að öryggi barna sé tryggt. Síðan sem sagt sá ég á vef Umhverfisstofnunar að það er talað evrópskar rannsóknir sem að sýna fram á að langvarandi hávaði hefur áhrif á heilsu og frammistöðu barna. Nú það svo að sem sagt mest umferð Vesturlandsveg akkurat á skólatíma og þessi umferð hún á bara eftir að aukast og að sama skapi bæði hávaðinarna og loftmengunin. Það verður heldur ekki séð hvernig hvaða mótvægis aðgerðir hægt að fara í vegna þess að nú það þannig að börn í grunnskólum, sérstaklega þegar þau yngstu, þau eyða bara stórun hluta af skóladeginum utanhús. Og það ekki hægt að ímynda sér að hægt sé að koma upp einhverjum mótvægisaðgerðum til að takmarka hávaða utanhús við hliðina á þessum fjölfarna þjóðvegi landsins, Vesturlandsvegi. Og þess vegna, út af því hvað þetta stórt mál, finnst mér að þetta mál þurfi að ásamt þessum mengunarmælingum, hávaðamælingum sem að Vegagerðin gerði og að finna á vef Umhverfisstofnunar, vil ég leggja til að þessu máli verði vísað aftur til fræðslunefndar. Haraldur Garsvel. Það var ekki í fyrstund. Já, forseti. Það ýmislegt látið í veðri vaka. Það svo sem ekkert nýtt. Það ekkert nýtt að bæjarfulltrúi og íbúahreyfingarinnar spyrji fyrst og skjóti svo. Það hefur nokkur sinnum gerst hér við þetta borð og þessu púlti. Hér engin undantekning á því. Í fyrsta lagi, hér liggur fyrir í þessu máli, fyrir því að forseti ætla að taka til máls undir þessu sama máli. Ég er ráð fyrir því að það sé til umræða hér, sjálfsvarað á þessu. Í fyrsta lagi að hér verið að heimila verkkönnun af útboð á leiktækjum og öðru sem þarf til þess að gera skólalóð við Brúaland nýtanlega fyrir skóla fyrir þennan aldurshóp barna. Það skal getið að í Brúalandi hefur verið skóli alveg frá 1922 þegar þetta var fyrsta skólahúsnæði bæjarins. Við lágum nú reyndar niðri sem skólahúsnæði margra ára skeið. Var þá 12. skóli á tímabili og síðan framhaldsskóli Mosfellsbæjar hóf þar störf haustið 2009 en hefur nú flutt í nýtt húsnæði, glæsilegt í miðbæ Mosfellsbæjar
En í tengslu við það, stoppsetningu framhaldsskólans var húsnæðið gert upp og endurbætt og nú hið allra glæsilegasta og hentar vel til stóra starfsemi. Þó hefur sérstaklega verið horft til þess að þarna sé nú að ræða annar aldurshóp. Þess vegna var gerð sérstök öryggisúttekt á þessu húsnæði og verið gerða síðan ákveðnar breytingar á því til að fullnægja öryggiskröfum sem gerðar eru fyrir skólastarf fyrir yngri nemendur. En það sem að kannski bæjarfulltrúinn velur nú mesta villu og svima það að ræða hér hávaðamælingar og hljóðmælingar. Það alveg rétt að Mosfellsbær Vegagerðin létu gera hljóðmælingar hér fyrir nokkrum árum síðan í kringum Vesturlandsveg til þess einmitt að geta brugðist við hávaða á þeim stað. Á kjölfari var farið í ýmsar mótvægisaðgerðir gagnvart hávaða, hljóði við þennan ágæta veg. Meðal annars var reist girðing móts við Hlíðartún, trégirðing sem að til þess fallin að minnka hljóðmengun í því ágæta hverfi. Líka þar fyrir ofan Skálahlíð, þar var farið í heilmiklar mótvægisaðgerðir með hljóðmönn meðfram Vesturlandsvegi við Ásland og Brekkuland, bæði hljóðmönn og girðing. Og þá náttúrulega nefna staðinn sem til umræðu sem Brúaland, en þar var fyrir 2 árum síðan reist sérstök einangruð hljóðvarnargirðing 4 metra há. Þessar hljóðmælingar sem að bæjarfulltrúinn vísar til og hefur kannski átt að kynna sér aðeins betur. Það er oft betra að spurja fyrst á að vera með skítur og það gæti líka verið bæjarbúum í hag. Því að bæjarfulltrúinn með að vinna fyrir þá, ekki okkar eigin hagsmuni. Það voru gerðar fyrir uppsetningu þessa sérstaka hljóðveggjar og þetta sennilega öflugustu hljóðveggur sem að nokkurn tímann hefur verið gerður í Mosfellsbæ. Víðar væri leitað. Hann er 4 metra hár, hann er tvöfaldur, hann er einangraður innan og gerður sérstaklega til þess að bæði hljóðmengun utanhús við Brúaland og síðan í húsinu sjálfu verði í lagi. Og að sjálfsögðu viljum við hér við þetta borð og ég vonandi líka bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar að börnin hér njóti fyrsta flokks aðstöðu og það er það sem er verið að gera. Það er verið að útbúa fyrsta flokks aðstöðu í Brúalandi eins og hefur verið gert annar staðar fyrir börn í Mosfellsbæ. Og það stendur ekki til bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar að láta börn verða fyrir óþægindum eða heilsuskaða af því að vera í skóla í Mosfellsbæ. Þess vegna er verið að gera nýjar hljóðmælingar. Það er líka verið að gera mengunarmælingar. Það var reyndar búið að gera þessar mælingar. Það var bara eftir að vinna úr þeim. Og niðurstöður þær eftir að koma fram, en hljóðveggurinn sem slíkur er hannaður sérstaklega með sérstökur hljóðlíkani til þess að hljóðmengun á þessum stað yrði í lagi. Það er að segja yrði ekki hljóðmengun. Þetta hefði verið ágætt að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar hefði kynnt sér. Áður en að standa hér í púlti fyrir framan bæjarbúa og ræða það að við séum hér að skaða börn. Og ég vil bara mótmæla þessu málflutningi og mótmæla þessu vinnubröðum. Því að svona eigum við ekki að vinna, við sem þetta barð sitjum. Ég get vel verið forseti að fá að koma hér upp undir þessu máli aftur. Anna Sigurðardóttir. Forseti, ég kem hér upp undir sama máli. Ég verður að segja, ég var dálítið slegin þegar að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar kom hér upp og talaði þessar hljóðmælingar og ég kannaðist ekki við að hafa fengið þær inn á borð fræðslunefndar. Nú er komið skýring á því, þetta eru hljóðmælingar, eldri hljóðmælingar sem voru þá gerðar fyrir einhverjum árum áður en var farið í að reisa þennan vegg. Ég vil hins vegar, ég ætla ekki að blanda mér í, ég ætla ekki að blanda mér í það deilu sem hér standa að það sé verið að búa illa börnum í Mosfellsbæ. Ég ætla bara að segja, ég held að í raun og veru séu allir vilja gerður að búa eins vel að börnum og mögulegt í þessum bæ, hvar í flokki segði standa. En ég ætla bara að ítreka og nú verður forseti og aðrir að fyrirgefa mér ef ég man ekki rétt.
Mér finnst ég hafa staði hér í þessari pontu og tala það á fyrri stigum að það væri mjög nauðsynlegt að við fengjum umræddar mælingar, þessar mælingar á loftgæðum og mælingar, hljóðmælingar fyrir Brúaland og ég held í alvöru talað, ég sé að muna rétt, ég hef staðið hér og rætt það. Við höfum líka rætt þetta inn í fræðslunefndinni og nú vil ég bara í upptöku, reglusettum upptökum á bæjarstjórnarfundi Mosfellsbæjar bara fara þess á leit að úrvinnslu þessara mælinga verði hraðað og við fáum í hendurnar nýjar mælingar hljóð stig, eða hvað það kallað, og loftmengun á tilvonandi skólalóð Brúalands sem er fyrsta stig þá Helgafellsskóla. Ég held að sé mjög mikilvægt að þessu verkefni verði hraðað. Líka og kannski náttúrulega fyrir okkur en ekki síst til þess að það virðist að vera einhver misskilningur, það er misskilningur einhver varðandi aldur þessara mælinga sem nú eru á kreiki og ég held að væri bara til þess að skýra málin fyrir bæjarbúum að við fáum þessa niðurstöður sem allra fyrst og ég get sagt það líka hér, ég hef ekki verið mikill baráttumaður fyrir Brúalandi sem skóla en hins vegar vil ég endilega að það er nokkuð ljóst þarna verður skólastarf að þá vil ég endilega að það sé gert og gætt að hagsmunum barnanna eins vel og mögulegt er. Og ég ítreka bara þessa hvatningu mína og beini henni til bæjarstjóra og óskast því að forseti hnippi í hann ef hún er eitthvað lengi að þessu að fá niðurstöður á þessum mælingum sem allra fyrst. Sigrún Kjósvall. Já, ágæti forseti. Mér er fullkunnugt að Mosfellsbær reisti þennan vegg og ég hins vegar, það hljóðkort sem að ég skoðaði, það var uppfærð útfærsla á þessum fyrstu hljóðmælingum vegagerðarinnar. Við sem skipulagsnefnd fékk inn á borð hjá sér 2014. Var það ekki eftir að þessi veggur var reistur. Haraldur, hann hristir höfuðið. En hvað sem því líður, nú er undirbúningur að skólahaldi, hann er hafinn við Brúaland án þess að þessar upplýsingar liggi fyrir. Án þess að þessar upplýsingar, einu upplýsingarna sem við höfum í dag er að þarna er allt og mikill hávaði í næsta nágrenni við Vesturlandsveg. Bara spölkorn, húsið stendur spölkorn frá Vesturlandsvegi. Og það er mjög mikilvægt áður en að við förum að eyða fjármuni sveitarfélagsins í að klára þarna skólalóð og undirbúa skólahald, þá verða bara þessar upplýsingar að liggja fyrir. Vegna þess að ef að þær eru neikvæðar, þá verður Mosfellsbæ ekki leyft að hefja skólahald í Brúalandi og þá er búið að eyða öllum þessum peningum til einskis. Þannig að sú tillaga mér stendur að þessu verði vísað aftur til fræðslunefndar þar til þessi gögn liggja fyrir. Kannski rétt að upplýsa bara vegna þessar orða að þetta erindi og þetta er fundagerð bæjarráðs sem við erum að fjalla og þannig að þetta mál kemur frá bæjarráði. En má ég aðeins halda áfram? Viltu bregðast við, örstutt? Nei, ekki, ég ætla ekki að bregðast við þessu. Nei, en þá er bara Theodór næstur á mælendaskrá. Já, ok. Theodór Kjósvall. Forseti, erindi fjallaði hvað, má sjá? Brúaland.
bjóða út utanhúsframkvæmdir. Já, bjóða út utanframkvæmdir á lóð. Það gott að utanframkvæmdir séu einmitt á lóð. En eins og fyrir daginn þá svona kannski ég tek undir með bæðistur ekki að því ég er í sama flokki eða er undir hans áhrifum, heldur bara að við leitum upplýsinga áður en við afgreiðum fólk með svona hætti að jafnvel lögbrot, og svo megum við ekki heldur gera lítið úr því að okkar er svolítið að sjá fyrir því að þörfum bæjarbúa sér sinn. Það er að segja skólar séu til staðar, leikskólar og önnur þjónusta. Það er að segja síðan er verið að ræða hérna reglugerðarbreytingar, lesið upp reglugerðir, lesið upp úr þeim ýmiss konar hlutir, og það er eitthvað sem að starfsmenn bæjarins hafa meðferðis og eiga að hafa í huga þegar við skipulag byggingarna sjálfur. Við erum held ég farin að seilast, eða ekki við, það er einhvern sjóður að segja við þegar fulltrúi íbúahreyfingarinnar er svo sem að segir það, að við gefum okkur allt sér í ólestri, lög séu brotin, og að líka vísa til þess að það sé of mikill hávaði, engin gögn lögð fram um það, og ég leyfi mér að segja að við höldum okkur við efnið, við leyfum okkar fulltrúum að vinna þetta mál, eða okkar, ekki fulltrúum, heldur starfsmennar bæjarins að vinna að byggingum sér slíkur að hafa í huga það reglugerðir sem gilda þetta. Og ég trúi ekki að nokkur maður, eins og bæjarstjóri sagði hér, það verði eitthvað skólahúsnæði byggt hér eða hafin starfsemi sem er ólíkt í. Það sem hljóðvistur í ólagi, mengunir í rugli, það verður ekkert liðið. Ekki nokkur maður, og segurinn ég tek heilsuandi með það verður haft í huga. Þannig ég get ekki skilið hvernig við getum gert úr þessu ágreining. Hafi hins vegar þú upplýsingar lögbrot, að bæjarstjóri eða meira hluti sé að vísveitandi að ganga og skemma heyrn eða valda börnum í skólum einhverju vanlíðan, þá kontum við það, en þangað til, ef þú bara verkefninu að vera í þeim farvegi sem það er í, sem er réttur. Þá treysti ég bara fræðsluráð til að fjalla þetta, fræðslunefnd að fjalla þetta alveg svo við vilja, en mér finnst þetta ekkert gagn að þessu, kannski eins og fyrir daginn. Takk. Sigrún, óskaði þú eftir að koma með bregðast við? Erstu með þessa tillögu skriflega eða Já, ég skal senda ykkur. Já, ágæti forseti, mig langar aðeins að ræða hérna fundastjórnina. Fyrir nokkru síðan var fulltrúi D-lista Theodór Kristjánsson framfylgt tillögu að ákveðnu máli yrði vísað tilbaka til skipulagsnefndar. Það í því tilviki óskaði forseti bæjarstjórnar eindregið eftir því að það yrði strax greitt atkvæði þessa tillögu og umræðu máli lyki. Og nú bara spyr ég, gildir það sama ekki þegar að fulltrúi íbúahreyfingarinnar talar, eða er ég að misskilja eitthvað? Svo forseti útskýri þá meinbugi sem hann telur á tillögunni eru þær að málinu verði vísað tilbaka til fræðslunefndar, eins og ég útskýriði áðan, þá er málið að koma frá bæjarráði til bæjarstjórnar. Ég held að ég sé búin að tvítaka þetta að reyna að upplýsa það að þú ert að gera tillögu að málinu verði vísað tilbaka til fræðslunefndar en málið er að koma frá bæjarráði. Þannig að tillagan sem slík, ég taldi hana og tel hana enn ekki tæka þar sem að málið er ekki að koma frá fræðslunefnd til bæjarstjórnar heldur frá bæjarráði. Og það er vandamáli sem ég sé við tillöguna og þess vegna hef ég ekki borið hann upp. Má ég biðja stutt fundarhlé? Það er komið óskum fundarhlé og það er orðið við þeirri beiðni. Við hefjum þá funda 9 og Sigrún hefur beðið orðið, gjör svo vel. Ég er með tillögu
nema ég breytti aðeins fyrir útfærslu þar sem að forseti sagði ekki hægt að vísa einhverju til fræðslunefnda sem að bæjarráð hefði ákveðið. En tillagan hljóðar svo: Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinni að bæjarstjórn fresti því að bjóða út utanhúsframkvæmdir á lóð við skólabyggingu að Brúarlandi þar til niðurstöður hávaða- og loftmengunarmælinga liggja fyrir, þar sem töluverða líkur eru á að þær hafi áhrif á áform skólahald að Brúarlandi. Samkvæmt hávaðamælingum 2014 hávaði langt yfir mörkum og erfitt að ímynda sér að hægt sé að hafa nokkur marktaka áhrif á það með mótvægisaðgerðum, sérstaklega í ljósi þess að stóran hluta dags eru grunnskólabörn að leik utan hús. Sendur þessa tillögu til Sigurðar? Já, ég sendi hann til Sigurðar. Bara má ég Hafa það ekki að svara? Hérna formið, sko. Forseti, ég bara verða að leyfa mér að mótmæla svona vinnubröðum. Hér einhver tillaga að látum þannig gott að vera, látum þannig gott að vel vera, að menn leggja eitthvað til að einhverju sé frestað, en síðan koma með einhverja gildishlaðnar greinagerðir að þetta sé bara allt í tómu voli og það sé töluverðara líkur á hinu og þessu. Bæjarfulltrúinn sérstakur sérfræðingur í hljóðmælingum, hún vísindamaður á þessu sviði, hún kannski hugsanlega skygg, hún með kristalskúlu sem hún horfir í þegar hún áður hún fer upp í toppáttu. Bara svona vinnubröðu forseti ekkert hægt að líða. Það ekkert hægt að líða það að fólk geti bara hér sýnt og heilað komið hér og skrifað eitthvað á blað og haldið einhverju fram í einhverju bulli og einhverju rugli og til þess að leiða fólk í einhverja villigötur og hræða börn og foreldra. Ég bara mótmæli þessu vinnubröðu. Við gætum hófs í orðalagi, en það liggur hér fyrir tillaga og hún ég ætlaði að fara að bera upp tillöguna. Ætlaði að breyta henni eða? Eitthvað ástæð? Ertu búin að fá hana? Já, og það varðandi, eitthvað sem óskar eftir lesi tillöguna eða? Ég breytt henni aðeins. Það breyta henni frekar? Aftur? Ég sendi henni breytt útgáfu. Já, gjör svo vel. Að fá endalega útgáfuna. Já, ég var ekki búin að senda fyrstu tillöguna. En ágæti forseti, mér finnst bæjarstjóri fara heldur mikinn í dag og mér langar bara að minna á að ég hef verið ámynd hér í ræðustól fyrir minni dónaskap en þennan sem hann búinn að láta hér út úr sér. Ég ætla samt að verða við því að breyta hans textanum til að þóknast þér, Haraldur, og hann verður því svona sem sagt, þangað til niðurstöðu hávaða og loftmengunarmælinga liggja fyrir þar sem að verið getur að þær hafi áhrif á áform skólahald að Brúarlandi. Það liggur hér fyrir tillaga frestun á því að heimila þetta útboð. Einhver sem óskar þess að ég lesi tillöguna í heild sinni? Já, takk. Sækja hana. Takk fyrir. Tillaga M-lista íbúarhreyfingarinnar. Bæjarfulltrúi íbúarhreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að bæjarstjórn fresti því að bjóða út utanhúsframkvæmdir á lóð við skólabyggingu að Brúarlandi þangað til niðurstöður hávaða og loftmengunarmælinga liggja fyrir, þar sem að verið getur að þær hafi áhrif á áform skólahald að Brúarlandi. Samkvæmt hávaðamælingu frá 2014 hávaði langt yfir mörkum og erfitt að ímynda sér að hægt sé að hafa nokkur marktæka áhrif á það með mótvægisaðgerðum, sérstaklega í ljósi þess að stóran hluta dags eru grunnskólabörn að leik utanhús. Þeir sem að samþykkja þessa tillögu gjörðu svo gefa merki.
Takk fyrir og á móti. Tillagan felld með 6 atkvæðum gegn 1 og 2 sitja hjá. Það komið ósk fundarhlé og það orðið við því. Þetta á 9. Annars eru þið ekki svo vel. Ég að koma. Þú ert í nánu sambandi við Þú ert að draga borðið og strákana. Landsvirkjun. Ég veit að hann segir sér bara öður. Forseti, ég fá að leggja hér fram bókun okkar fulltrúa Samfylkingarinnar við afgreiðslu þessa máls Brúaland. Hún hljóðar svona, bókun S-lista. Fulltrúar Samfylkingar telja mjög mikilvægt að niðurstöður hljóð- og loftgæðamælinga sem þegar hafa verið gerðar við Brúaland verði lagðar fyrir fræðslunefnd til allra fyrsta, eins og fulltrúar Samfylkingar í fræðslunefnd hefur margítrekað. Ljóst að ef þær niðurstöður sýna að þær varnir sem þegar hefur verið gripið til nægi ekki til að tryggja heilsusamlegt umhverfi skólabarna og starfsfólks, sem og að uppfylla reglur og reglugerðir, þá þurfa að endurskoða hljóð- og mengunarvarnir og jafnvel áform grunnskólahald í Brúalandi. Og undir þetta rita Anna Sigríður Guðnadóttir og Ólafur Ingi Óskarsson. Harald Gjörsvel. Forseti, aðeins þetta mál. Það rétt að það verið að vinna að hljóð- og mengunarmælingum við Brúaland. Það að segja að það mælingi sem slík hefur farið fram og það verkfræðistofan Mannvit sem að vinnur á því verkefni. Þeir eru síðan að vinna úr þeim niðurstöðum og mér er sagt af framkvæmdastjóra umhverfissviðs að niðurstöður frá Mannviti muni liggja fyrir vonandi í næstu viku. Og þessar mælingar eru gerðar í framhaldi af mótvægisaðgerðum sem að hafa verið gerðar í við Brúaland vegna hljóðvistarmála. Og þar, eins og fram hefur komið hér í ræðu minni hérna fyrir á þessum fundi, var reistur mjög öflugur veggur, 4 metra hár með tvöfaldur með einangrun á milli til þess að bregðast við hljóði að umferðarhávaða frá Vesturlandsvegi. Og þessi tiltekni veggur var gerður eftir forskrift sérstakra sérfræðinga hljóðvist til þess að koma og gera skólastarf í Brúalandi þannig úr garði að það uppfylli reglur og viðmið hvað varðar hljóðvist við skólahald í skólum. Því að sjálfsögðu erum við ekki að fara í Mosfellsbær hér og bæjarstjórnin og fræðslunefnd að fara að hafa skólahald á stað þar sem reglur banna. Enda myndum við aldrei fá að gera það. Því að það þarf að fá leyfi fyrir skólahaldi og til þess að útgefið sé slíkt leyfi þarf að uppfylla þessi skilyrði. Komið hins vegar í ljós að þessar aðgerðir sem hefur þegar verið gripið til, sem fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar virðist ekki að hafa áttað sig á að hafa verið gerðar, þar að segja þessi hljóðveggur, að þá verður að sjálfsögðu brugðist við því og til þess eru mörg tæki og tól til. Þannig að ég vildi nú bara koma þess á framfóra við að það stendur sjálfsögðu ekki til að hafa skóla í neinu húsnæði bæjarins, hvort í Brúalandinu í öðru húsnæði sem ekki uppfyllir reglur og skilyrði það varðar. Það mun enginn hér við þetta borð held ég standa að. Og þess vegna viljum við bæjarfulltrúar DFF-lista bóka hér stuttlega hvað þetta varðar. Við leyfum forseta að lesa það bókun. Bæjarfulltrúar DFF-lista leggja áherslu á að við skipulag skólastarfs í Brúalandi sé gætt að öryggi og heilsu barna og starfsmanna í samræmi við reglur sem það gilda. Komið í ljós að frekari aðgerða verði þörf verður að sjálfsögðu brugðist við því á viðeigandi hátt. Ég mun senda ritara þessa bókun. Sigrún Gjörsvel. Já, ágæti forseti, ég kem hér í pontu til að bregðast við rangfærslum Haraldar Sverrissonar, fulltrúa D-lista. Mér er fullkunnugt að byggður hafi verið veggur við Brúaland sem hljóðaðanögrun.
Ég hef hins vegar ekki séð neina rannsóknir sem benda til þess að það hafi miklu breytt. Og áður en að þær rannsóknir liggja fyrir, bara ekki takt að ákveða hvort þarna verði skólahald eða ekki. Og þess vegna bar íbúahreyfingin upp þessa tillögu áðan. En ég bara ítreka að mér fullkunnugt þennan vegg. Ég fer þarna oft í viku, keyri þarna oft í viku framhjá. Þannig að það fer ekkert á milli mála að ég vissi af honum. Orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Sigrún Gjörsvel? Nei, takk. Ef fleiri óska ekki eftir að taka til máls fundargerð bæjarráðs númer 1252 þá umræðum lokið og þeir sem að staðfesta fundargerðina gjör svo gefa merki. Takk fyrir, hún staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð fjölskyldunefndar frá 18. mars en það var 241. fundur. Kolbrún gjör svo vel. Já, takk forseti. Mig langar að ræða fundargerð fjölskyldunefndar síðan 18. mars og þar vil ég ræða fyrsta mál á dagskrá sem í rauninni mál 1-6 sem eru styrkir sem að úthlutað var og frá félögum sem sóttu í sjóð fjölskyldunefndar sem eins og kunnugt hækkaði þetta tímabilið í 600.000 krónur. Það liggja fyrir upplýsingar hvernig þessum styrkjum var útdeilt og fengu allir sem sóttu og þarna ég kannski bara að fá að lesa það upp forseti hverju það voru sem fengu styrk. Það voru stígamót 150.000 krónur, samtök kvennaathvarf 150.000 krónur, sjálfsbjörg 100.000 krónur, málbjörg 50.000 krónur, sjálfsbjörg 100.000 krónur og kvennaráðgjöfin 100.000 krónur. En já, ég glemdi að taka fram í upphafi að það kemur fram að Þorbjörg Inga Jónsdóttir, það kemur fram að hún hafi setið hjá á fundunum en það sem hún tengdur aðili eins umsækjandans en þá vék hún að fundi. Það rétt að hún vék að fundi þegar allar þessar umsóknir voru afgreiddar. Þannig að það hefði kannski mátt standa í fundargerðinni að hún hafi vikið að fundi. En þetta þeir aðilar sem var úthlutað, allir þeir sem sóttu fengu og það var almennt samkomulag í nefndinni þessa úthlutun en meirihlutinn samþykkti, það var einn aðili sem satt hjá, fulltrúi íbúahreyfingarinnar satt hjá í þessari afgreiðslu. Þrátt fyrir að við höfum náð nokkuð góðum sáttum á þessum fundi þessa styrkja úthlutun. Það má kannski taka það fram líka að það var ákveðið að skilja eftir 50.000 krónur af þessari upphæð vegna þess að Mosfellsbær aðili að samanhópnum. Mér svolítið verið að tala eitthvað meira að tala. Hefur hljóð. Já, þetta náttúrulega. Við ákveðum að skilja eftir 50.000 krónur vegna þess að Mosfellsbær aðili að samanhópnum og það eru fjölmörg bæjarfélög á landinu sem eru aðilar að þessum samtökum. Þetta eru svona grasrótar samtök sem eiga margir aðilar sem koma að þessum samtökum og það var ákveðið og við leyfðum okkur það í annað sinn allavega síðan ég kom að þessum málum 2010 að geyma þarna ákveðna upphæð sem var lögð í þennan hóp, þennan samanhóp. Og þarna að þessi koma fjölmörg sveitarfélög, kirkjan, lögreglan, landlæknir, heimili og skóli og barnaheill og ýmis önnur samtök sem koma að þessum samanhóp. Og þessi samanhópur birtir auglýsingar sem hafa vakið athygli og virkað vel.
Þannig að við sem aðilar að þessum hópi ákveðum að leyfa okkur það að skilja eftir þessar 50.000 krónur eiginlega með þeim skilyrði, og það var samþykkt í nefndinni að láta þau boð ganga, að láta þetta ekki koma fyrir aftur, að hópurinn myndi sækja á réttum tíma. Þannig að, en það var ákveðið að láta þetta fara í gegn svona, að þessar 50.000 krónur sætu eftir til að það færi í saman hópinn. Og þetta er svona niðurstöðurnar úr þessari styrkjaúthlutun. Og eflaust gæti einhver sett spurningamerki við það af hverju það var ákveðið að skilja þessi upphæð eftir. En ég vona að ég hafi útskýrt það. Hópurinn fær þær upplýsingar að muna að það sækja um réttum tíma. Við getum, nefndin getur leyft sér það að skilja eftir upphæð. Við þurfum ekki að úthluta öllum sjóðunum frekar en nema nefndin náttúrulega ákveða annað. Og þetta sem sagt samþykktu allir nema einn, en það munaði allavega mjög litlu. Ég held að hann hefði svona innst inni kannski verið sáttur en að ákveða að samþykkja þetta ekki. Þannig að þetta var niðurstaðan, og það gekk svona nokkuð greiðlega bara að afgreiða þetta svona með við önnur hinn skiptin, það var kannski ekki gengið eins vel. En svo langar mér forseti til að koma, ef það er eitthvað fleiri sem vilja spyrja um þetta, þá vil ég koma upp undir fleiri málum í þessari fundargerð en bara leyfa fleiri að koma. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Ég kem bara hér fram undir allri fundargerðinni fjölskyldunefndar. Mér langar bara að lýsa yfir ánægju minni með að styrkupphæðin hafi verið hækkuð úr 300 í 600.000. Við í íbúahreyfingunni við lögðum þetta til við gerð fjárhagsáætlunar að styrkupphæðin yrði hækkuð, og það var orðið við því og náttúrulega þökkum við fyrir það. Og styrkjunum var öllum mjög vel varið að mínu áliti og náttúrulega bara allt saman mjög þörf verkefni sem að voru styrkt að þessu sinni. Ég er líka ánægð með það að sérstaklega í ljósi þess hvernig talað var fyrir ári síðan í fjölskyldunefnd þegar að styrkir voru afgreiddir, þá var fulltrúi íbúahreyfingarinnar nánast fyrir afkasti vegna þess að hún andmælti því hve lágar upphæðir voru sem að fjölskyldunefndin var að útdeila. Og þá var henni sagt það að þessar styrktarupphæðir kæmu í sjálfu sér fjölskyldunefndin ekkert við, það væri bara bæjarráð sem að stæði að ákvörðunum fjármál og svo framvegis. En það greinilega búið að breyta vinnubrögð í fjölskyldunefnd og það finnst mér gott. Mér finnst alveg hárrétt að fjölskyldunefnd hafi áhrif á það hversu háar upphæðir þetta eru sem að fara í styrki. Ég myndi vilja sjá á næsta ári að styrkurinn yrði hækkaður lítillega til þess að Mosfellsbær stæði jöfnum fæti við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hvað varðar styrki til kvennaathvarfsins. Ef að Mosfellsbær ætti svona samkvæmt meðaltalinu að standa jafnfætis hinum, þá væri Mosfellsbær að greiða til kvennaathvarfsins 250.000 á ári. Þetta er neyðarþjónusta, kvennaathvarfið, þetta er neyðarþjónusta sem að veitir íbúum Mosfellsbæjar, þannig að í rauninni væri kannski bara réttast að gera þjónustusamninga við svona samtök eins og kvennaathvarfi. En ég myndi allavega vilja sjá það á næsta ári að við gæfum aðeins í hvað varðar kvennaathvarfi. Kannski bara rétt að árétta að það er bæjarstjórn sem samþykkir fjárhagsáætlun, svona bara öllum til upplýsingar. En Kolbrún Theodór Gjörsvöld. Forseti, bara því að svona við erum að
þakka þetta og þá tek ég undir þessum Sigurður segir. Mér langar líka kannski að þakka mér fyrir að hafa greitt þessu atkvæði líka. Þessari hækkun, 300-600, ef það er í lagi. Takk. Kolbrún Gjörsvæl. Já, forseti, ég vil mótmæla því sem kom hérna fram í málflutningi Sigrúnar Pálsdóttur, fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar varðandi það að fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar í fjölskyldunefnd hafa orðið fyrir aðkasti á síðasta fundi. Það er langt frá því að hún orðið fyrir aðkasti. Við í rauninni í nefndinni kannski að byrja á því að segja að það lá alltaf fyrir að hækka styrkina aftur. Þeir voru lækkaðir þegar það þrengdi að hér í búskap okkar bæjarbúa. Þá urðum við að skera niður á öllum sviðum og þar á meðal þessu. Það stóð alltaf til að hækka styrkin aftur. Það er auðvitað á það að fara í gegnum bæjarráð og samþykkt af bæjarstjórn og bæjarráði allar hækkanir hvað þetta varðar. Við tókum okkur það leyfi að hækka með þessum hætti. Það eru kannski ekki alveg beint réttu reglurnar. Við getum ekki tekið okkur það bessaleyfi í nefndinni að samþykkja þessa hækkun svona. Þannig að við reyndum með málamiðlunum og tiltali og mögulegum málalokum sem að allir stóðu í lappirnar með að þessi hækkun yrði samþykkt. Það stóð alltaf til. Þetta var komin langleiðin inn í bæjarstjórn að ræða þetta. Við kannski hlaupum aðeins á okkur en það er bara allt í lagi kannski í þessu tilfelli en ég held að gera það ekki aftur. Kannski næstu umferð verði aftur hækkun sem mögulega verður að þá gerum við það með kannski réttum stjórnsýslulegum hætti. En í þetta skipti þá var kannski að því að ég vissi það stóð til að hækka, það var búið að ræða það í mínum hópi að þá var það ákveðið að samþykkja þarna. Og þá vil ég í framhaldi af þessu segja það að ég mótmæli því harðlega að einhver nefndarmaður í fjölskyldunefnd hafa orðið fyrir aðkasti, upplifum það sem slíkt, þá vil ég endilega bara fá að ræða það við hana og biðja hana afsökunar á því. Það var ekki ætlunin. Við getum eflaust öll sitið hér við þetta borð og sagt að einhver okkar verði hér á hverjum annarkvæmt miðvikudag fyrir ákveðnu aðkasti en ég ætla að vona að við séum að læra og förum að hætta því. En hvað varðar úthlutunina og lýsa ánægju minni með það, allir fengu styrki greidda frá Mosfellsbæ, allir þessu sóttu Ég ætla ekki að leggja mat mitt á það. Gagnsemi þessara félaga, það eru mörg góð félög sem sóttu mörg félög sem eru að vinna gífurlega mikilvægt starfi sem Málbjörg, sem eru að efla málþroska barna og láta kennurum í té ákveðin verkfæri til þess. Það er gríðarlega mikilvægt og vantar mikið upp á það að þau mál séu í lagi í okkar skólum og það er að tala um allt landið. Þannig að ég ætla ekki út frá mínum eigin skoðunum leggja mat á það hvað er gott og hvað er ekki gott. En þarna vorum við líka styrkja 2 félög sem eru sannarlega á fjárlögum ríkisins. Þannig að það eru mörg önnur félög sem eru að gera góða hluti sem að ég hefði gjarnan vilja að fengja hærri upphæð. En þetta var niðurstaðan og þar við situr, allir eru sáttir og það er mikilvægt. Takk. Haraldur Gjörsvæl. Já, bara öll forseti í framhaldi að það sem orðin formanns fjölskyldunefndar og bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar. Það er þannig að sem okkur er vonandi öllum ljóst að ákvörðunum útdeilingu fjármagns eða öllu heldur hvað fjármagn fyrir hvaða málaflokk fyrir fram í fjárhagsáætlun gerð hvers árs. Í fjárhagsáætlunargerðinni fyrir 2015 lá fyrir að það væri áætlaði 300.000 krónur í styrki sem fjölskyldunefnd ákveðaði síðan í hvað færu. Og þess vegna var sú upphæð til umræðu úthlutunar á því ári. Fjölskyldunefnd getur ekki, eðli málsins samkvæmt, hækkað þá upphæð. Það er fjárhagsáætlun að gera það. Og fjárhagsáætlun er innan bæjarráð og saman til bæjarstjórn. Svo er farið með það eins og gengur og gerist. Síðan kom fram tillaga, eins og kom hérna fram áðan, að þessi tilteknu upphæð fyrir fjárhagsáætlun 2016 er hækkuð helming. Það er að segja úr 300.000 í 600.000, hún var samþykkt
og þess vegna var svo upphættur umfjöllun og úthlutunar í fjölskylduefni núna. Það er vel og ég tel að fjölskylduna hafa unnið mjög gott starf í að ákveða hvar þessi peningar eiga að fara. Það er reyndar svona svolítið umhugsunarefni, svona yfirleitt, hvað fer mikil tími okkar hér í þessi styrkjamál og svona maður velti fyrir sér svona skynsemin í því í sjálfum sér en tek undir það sem hér kom fram áðan hjá fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar hvort það ætti hugsanlega að horfa frekar til þjónustusamninga frekar en að vera í þessum styrkja mála vinnu en það er svo önnur saga en ég vildi nú bara árétta það hvernig fjármagn í þetta sem annað á sér tilurð og það er mikilvægt hér eftir sem hingað til að við förum eftir fjárhagsáætlun bæjarins og við raun og veru er okkur óheimilt að gera annað. Sigrún Gjörsvöl. Já, ágæti forseti, ég langar bara að árétta að ég mismælti mig hérna áðan því ég talaði bæjaráð en ekki bæjarstjórn. Auðvitað tekur bæjarstjórn ákvörðun heildarupphæðina sem fer í styrkina og síðan er það fjölskyldusvið og fjölskyldunefnd sem ákveður væntanlega styrkupphæðir. Og það snerist máli í fyrra í fjölskyldunefndinni þegar að uppi varð fótur og fitt í nefndinni þegar að íbúðarhreyfingin lagði til að styrkur til kvennaatkvæðisins og stígamóti yrði hækkaður og setti út á og mótmælti því hvað styrkirnir væru lágir og hún færði bara fullgilt rök fyrir því, henni var sagt að hún ætti ekki að ræða svona mál inn á fundum fjölskyldunefndar og hún átti samtal við formann nefndarinnar Kolbrúnu Þorsteinsdóttur eftir þennan fund þar sem hún ræddi upplifun sína af þessum fundi. Þannig að ég selði ekki dýrara en ég keypti. Theodór. Já, ég var nú að hugsa hvort ég ætti að kalla tilbaka. Ég myndi kannski eins og kom fram og heyrðist kannski í upptöku að við verðum að passa okkur einmitt hérna að vera ekki með eitthvað sem að selur ekki dýrar en að kaupir og líka kannski, mér var það á ekki fyrir lengur síðan að hafa eftir einhverju sem gerðist á fundum, lokuðum fundum. Ég held að í fersku minni, það stóð í afsökunar auðvitað, en ég held að því við erum nýju, það verður þá að taka til allra, að við höldum það í heiðri þannig. Og ekki í að skamma neitt. Takk fyrir. Getum við ekki orðið ásátt það umræðum fyrstu, sjö liðina eða sex liðina sé lokið. Og Kolbrún var búin að biðja orðið varðandi önnur mál. Hundagerðin, Gjörsvöl. Já, takk fórseti. Mér langar að ræða mál númer 37. Það er sem sagt það stendur til önnur sveitarfélög hafa sem sagt gert samning við blindrafélagið varðandi akstur á lögblindum einstaklingum. Við höfum þarna líka gögn fyrir fundunum þar sem liggur fyrir samningur Seltjarnarnesbæjar við blindrafélagið og svona til skoðunar og það sem við getum kannski svolítið hort til hugnust okkur að gera slíkan samning. Það er ekki, það er komið svona á umræðustig að fara út í það að gera samning við blindrafélagið. Það hefur verið í langan tíma og löngu fyrir stóra ferðaþjónustumálið við verið beðin að gera samning við blindrafélagið varðandi akstur á lögblindum einstaklingum. Við höfum mætt því fólki hér í okkar bæ
sem að hafa ekki getað nýtt sér almenningssamgöngur og vegna vinnu sinnar, þá höfum við, minni mig að það hefur gerður allavega eitt slíkur samningur. Þannig að núna í rauninni liggur það fyrir okkar verkefni að gera samning við Blindrafélagið og varðandi akstur, en hann er ekki komin lengri en það að hann er bara á umræðustigi. Þannig að ég lít svo á að við séum bara að koma til móts við þennan hóp hvað þetta varðar og það sé bara komið til skoðunar hér í fjölskyldusviðinu hvernig við getum gert það á sem hagkvæmastan hátt og hentugastan fyrir aðila málsins sem þjónustuna njóta. Takk. Orðið laust. Það er nokkuð skýrt hér tillagan að það er lagt til að gengið verði til samninga akstursþjónustu. Sigrún, gjör svo vel. Já, það er annað mál. Já, býðum þá hvort að einhver fleiri vilji tjá sig 7. mál. Ef ekki, þá lítið svo umræðum það mál sé lokið. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég held að sé númer 10, þjónustukönnun, er það ekki? Jú, það er. Og við ræddum hérna nýlega þjónustukönnunina og svona lýstum yfir áhyggjum okkar yfir því hvað sumir málaflokkar koma illa út í könnuninni og þess að svona viðmiðið er að þegar að einhver þjónusta fær 3,7 eða þar undir þá fara að klingja viðvörunarbjöllur og það þarf að fara að skoða hvað er að. Og ég hefði áhugaði að vita hvort að fjölskyldunefndin hafi eitthvað að hugsa út í það að kanna þetta nánar vegna þess að það eru nokkur mál sem að fá ekki góða einkunn, svo sem eins og þjónusta við fatlað fær 3,5, þjónusta við barnafjölskyldu 3,6, þjónusta við eldri borgara 3,7 af 5 mögulegum og svo framvegis. Og hvort að það var talað það líka sérstaklega í fyrra af því að þá kom þessi liður þjónusta við eldri borgara til dæmis ekki vel út, þá var talað að skoða hvað væri þar að baki. Stendur það til í fjölskyldunum? Kolbrún, gjör svo vel. Já, takk forseti. Mér langar nú kannski til að byrja því að ræða þetta mál varðandi þjónustukönnunina og mál númer 10 í fundargerðinni. Það kannski byrja því að segja að þjónustukönnunina sem slík kemur ekkert sérstaklega illa út. Það má alveg segja að við komum bara alveg ágætlega út. En auðvitað viljum við gera betur í þessum tiltekna málaflokki sem að þarna að ræða. Við höfum lagst yfir þetta og þetta var rætt í nefndinni að sjálfsögðu hvað gera mætti og mér langar aðeins kannski leyfa forseta til að tengja þetta svolítið við mál númer 12 sem er heimaþjónustan og það sem var það sem var rætt sem kemur fram í því minnisblaði er sem sagt að það er víða pottur brotin í þessari þjónustu. Það er svo sannarlega sem við getum gert betur og ef við ræðum sérstaklega heimaþjónustuna sem að eldri borgarar sækja mikið í og er töluvert mikil ásókn í og ef við hefur aukist meira en elstu menn muna hér á stuttum tíma ásóknin í þá þjónustu. Hún er ekki í lagi að mörgu leyti en svo þjónusta sem við erum að veita er að dagþjónustan. Fólk virðist vera almennt bara mjög ánægt með hana. En síðan kemur hlutur heilsugæslunnar sem er kvöld- og helgarþjónustan. Og þar er komin allt annar þjónustaðili og allt annað fólk og að sjálfsögðu þá líkar eldri borgurum kannski ekki að eldra fólki, eldri borgurum kannski svo vel að fá þjónustuna með þessum hætti. En það samkvæmt minnisblaðinu þá horfa við kannski betri tímar hvað þetta varðar. Við erum að fá
upplýsingar frá heilsugæslunni það að það sé mögulega möguleiki á frekara samstarfi hvað þetta varðar. Nú, við vitum það líka að fólk kvartar mikið undan því að það vanti upplýsingar og úr því var bætt eftir síðustu könnun að vera inn að bæta upplýsingar að því að ef fólk sem að þarf á þess að þjónustu að halda þarf að grafa eftir henni að þá segir það sig sjálft að það virðist einhvern veginn vera, fólk að ganga á hér á einhverja svona lokaða dyr að því finnist en þannig að upplýsingarnar þurfa að vera á borðinu úr því var bætt og það var líka rætt það síðast að við myndum gera einhvers konar skoðanakönnun á meðal eldra fólks hvað við megum gera betur. Við fórum ekki í það liggur fyrir núna að gera þessa könnun meðal eldra fólks og fá að heyra frá þeim nákvæmlega hvað það er sem að þau vilja sjá að við gerum betur. Þannig að það er svona það sem að liggur fyrir og eins og ég sagði hluti á óánægjunni því að sjá að fólk hefur ekki upplýsingar. Það fær ekki þær upplýsingar sem það er að leita eftir. Og við viljum betra samstarfi við heilsugæsluna. Það er í farvegi og það er ýmislegt uppi á borðunum sem við erum að gefa okkur kannski von að vera bjartsýn það að við getum bætt þjónustuna fyrir þennan hóp. Takk, forseti. Haraldur Guðsvöld. Forseti vil að fá að taka til máls undir þessu liði líka. Það sé að þjónustukönnun, sveitarfélaga. Mosfellsbær kemur mjög vel út úr þessari þjónustukönnun. Einna besta af öllum sveitarfélögum á landinu. Við erum í efsta sæti ásamt 2 öðrum sveitarfélögum hvað varðar stað til að búa á og öllum málaflokkum sem spurt yfir meðaltali. Þannig að Mosfellsbær getur verið stoltur og við hér við þetta borð og þeir sem hér starfa af því hvernig íbúar upplifa sveitarfélagið. Við viljum hins vegar sjálfsögðu alltaf gera betur og hægt og það var rætt hér í fyrra man ég og eflaust aftur núna í fjölskyldunefndinni og líka hefur það verið rætt hér af þeim sem af embættismönnum hér í þessu húsi að það þurfa að greina betur niðurstöðuna hvað varðar þjónustuna við eldri borgara. Þó að við séum að koma mjög vel út í samanburði við önnur sveitarfélög, þá viljum við gjarnan sjá einkunnina hærri, sérstaklega í því ljósi að það er búið að lyfta grettistaki í aðstöðumálum fyrir eldri borgara í Mosfellsbæ á síðustu ár. Það er búið að byggja hér hjúkrunarheimili, það er búið að endurgera aðstöðuna á hlaðheimilum fyrir félagsstarfið, það er búið að stækka það helming og rúmlega það, lyfta því úr kjallaranum upp á efri hæð og bæta aðstöðuna margfalt. Það er búið að byggja þjónustu íbúðir fyrir eldri borgara þar líka og svo mætti lengi telja. Samt þess vegna hefði maður viljað sjá útkomuna úr þessari könnun hvað þetta var betri. Og ég held að þessi sérstaklega líka ástæða til þess að þá kanna það meðal þess hóps. Því það getur verið að í þessu tilfelli séu svörin einhvern veginn endurspeglast af þeim sem ekki að nýta þessa þjónustu. Það þarf að kanna það, þess vegna þarf að gera sérstaka könnun, að rannsaka þetta betur, hvað varðar þann hóp sem að þessa þjónustu þiggur. Og athuga þá hvað það ef það er eitthvað sem að fólk vil sjá gert betur. Sama á við í raun og veru þjónustu við fatlaða og að við séum að koma vel út þar með aðra, að þá eru sveitarfélög almennt að koma illa úr þar að sé einhverjulega séð hvað varðar þá þjónustu. Og þar hefur líka örugglega spilað inn í svo umræða sem átt sér stað ferðaþjónustu fatlaðra á síðasta ári. Hún hefur ekki verið jákvæð, enda hefur sú þjónusta gengið brösulega, þótt að gerði það sérstaklega í upphafi, þótt að þar hafi nú horft mikil að bóta. Og ég fullyrði það að sú þjónusta sem boðið upp á núna, sú ferðaþjónusta er mun betri heldur en sú þjónusta sem var fyrir breytingar á þau skipulagi. En hún er líka mun dýrari. Og það er líka áhyggjuefni. Hún er það bil helmingi dýrari fyrir sveitarfélaginu heldur en var fyrir breytinguna. Spurningin er hvort að þjónusta sé hins vegar helmingi betri.
það má athuga það, en þjónusta við fatlaða ekki bara þjónusta ferðaþjónusta heldur á ýmsan annan hátt og það sem ég upplifa hér í þessu húsi hvað þá þjónustu varðar með við viðbrögð þeirra þjónustustega að þá held ég að við stöndum bara mjög vel. Það er að segja að Mosfellsbær sé að gera mjög vel við þennan hóp fólks sem er svo sannarlega á það skilið að sé vel gert við hann. En við þurfum að skoða þetta betur og ég veit að framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og starfsmenn þar eru að undirbúa svona það að skoða og kanna betur hug þessa hóps, það er að segja aldraðra og hugsanlega líka þá fatlaðra við þjónustu sveitarfélagsins hvað þetta varðar. En ég vil ítreka það að þjónustukönnunni sveitarfélaga kemur mjög vel út fyrir Mosfellsbæ, við getum verið stolt af þeirri niðurstöðu en við erum líka að nýta okkur þær upplýsingar sem koma fram til þess að reyna að gera enn betur á sem flestum og ef ekki öllum sviðum. Sigrún Gjörsvel. Já, ágæti forseti. Mér er alveg ljóst af Mosfellsbær, það er fínustu einkunn og er oft á tíðum með betra meðaltal en flest önnur sveitarfélög. En hitt er annað mál að við náttúrulega eyðum peningum í þessa könnun og við viljum að hún nýtist okkur og ef að einhver ákveðni málaflokkar er að fá einkunn sem að bendir til að ekki sé allt í lagi, þá hljótum við að reyna að vinna úr því. Til þess erum við náttúrulega að gera þessa könnun. Við erum náttúrulega ekki að gera hana bara til þess að hæla okkur að því, já við komum alveg óskaplega vel út, við erum svo flott og fín og svo framvegis. Við hljótum að vera að gera svona könnun til þess að bæta okkur í ákveðnum málaflokkum sem að ekki koma vel út og þarna eru nokkri málaflokkar sem heyra undir fjölskyldunefnd sem að fá ekkert mjög góða einkunn, þannig að ég myndi telja að það væri til mikill að bóta að skoða það nánar. Bara að leyfa nega síðast orðið. Theodór Gjörsvel. Forseti, mér heyrist við vera sammála þetta mál. Takk. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs fundagerð Kolbrún Gjörsvel. Takk forseti, mér langar að lokum, svo við endum þetta nú á svona, að því við erum svo öll svo sammála og jákvæð eftir umræðinu fundagerð fjölskyldunefndar, að þá langar mig að lokum að segja frá þjónustukönnun sem var gerð á stuðningsfjölskyldum í Mosfellsbæ. Og þar kom þroskaþjálfanemi að nafni Anna Katrín Guðdísardóttir. Hún var hér í þjálfun hér á fjölskyldusviðinu og starfsþjálfun. Og það er bara ánægjulegt að segja frá því að þessari könnun sem hún gerði og gagnlegt og gott að fá háskólanema til að koma og vinna með okkur. Og hennar verkefni var hér að gera þessa þjónustukönnun og við erum henni mjög þakklátt fyrir þessa könnun. Og þar kemur það skýrt fram að stærsti hluti þeirra fjölskyldna sem að fá stuðningsfjölskyldur í sína þjónustu er mjög ánægður með það þjónustu sem að þau er að fá, sem bærin, stuðningsfjölskyldurnar, það er mikil ánægja með það þjónustu sem að það fólk er að fá. Þannig að ég vildi bara taka það fram og þakka þessum háskólanema henni Önnu Katrínu Guðdísardóttur fyrir þessa könnun og það kemur margt fróðlegt fram þarna eins og svona einstaklingsmiðuð nálgun og einstaklingsþarfirnar eru misjafnar, fjölskyldurnar eru misjafnar á heimilin og þannig að þarna kemur fram að þeim er mætt, þeim einstaklingum sem þarna vera að þjónusta og þannig viljum við sjá það. Þannig að ég bara vildi vekja athygli á þessari könnun og hvet fólk til að lesa hana sem fylgir gögnunum. Annað vildi ég ekki segja, forseti. Og
Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, við langar aðeins að koma hér undir lið nummer 8, verðandi ársfjórðungsyfirlit fjölskyldusviðs. Þetta er ágætasta gagn þar sem tekið saman ýmsar tölur og bara margt mjög glöggt. Sakna þó sums staðar, og það er rétt að tekið fram í þessu yfirliti, að það vantar samanburð á nokkrum stöðum og það er miður. En fyrst við erum svo heppin að hafa hér formann fjölskyldunefndar, þá kannski getur hann útskýrt eitt fyrir mér, það er varðandi félagslegt leiguhúsnæði í kafla 3. Þar er tekið fram að umsækjendur á biðlista er gert að endurnýja umsókn sína félagslegt leiguhúsnæði einu sinni á ári. Og endurnýjun hófst í september, og fyrirgefið með leyfi forseta, ég lesi þetta hér beint upp. Endurnýjun hófst í september og í lok árs hafa 11 umsækjendur verið færðir á biðlista. Og síðan kemur útlistun á því hvað þessir einstaklingar, hver ástæða þeirra er til á biðlistunum. Og síðar er rætt það að umsækjendur ræðast inn á biðlista eftir stigagjöf sem tekur mið af tekjum, heilsufari, vinnugetu, fjölskyldustærð og húsnæðisaðstöðum. Og stigafjöldi þeirra sem voru á biðlista í lok árs nam frá 4 upp í 10 stig. Og síðan segir, í lok árs voru 14 umsóknir félagslegt leiguhúsnæði óunnar. Og svo er klippt út að einni félagslegri íbúð hafi verið úthlutað á árinu. Nú langar mig að vita, erum við þá að tala að það séu 11 sem er á biðlista og þar hafi ekki 14 sem ekki er á biðlista en eiga eftir að fá innslut til þess að fara á biðlista. Þannig að kannski er þörfin raun meiri. Og svo í öðru lagi, hvort að það sé ekki, hvort að það bendi ekki á mikla þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði ef aðeins einni íbúð er úthlutað á árinu og listin er þetta langur. Takk fyrir. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta Ólafur. Það verður gott að ræða þetta, því þetta er náttúrulega brennur á okkur, þetta húsnæðismálin. Já, þetta er rétt metið hjá þér. Það eru 11 umsækjendur nú þegar á biðlista eftir að þeirra umsóknir hafa verið skoðað, þá eru þeir metnir. Síðan eru þessi 14 til viðbótar og það eftir að skoða og meta hvort að þeir séu að fara inn á þennan biðlista. En það er ekkert víst að svo verði. Þannig hér sækir náttúrulega öllum frjálsa sækjum, síðan er það okkar fólk upp á sviði sem metur það hvort að viðkomandi eigi heima á þessum biðlista. Einni íbúð var ég á úthlutað árinu, á þessum hluta ársins, en við vitum það núna að því að það fólk er að losna aðeins hagur fólks er að batna, sem betur fer, að við vitum það núna að það eru 4 íbúðir að losna. Þannig að það verður einhver hreyfing, það hefur ekki verið nein hreyfing á félagslega húsnæði hjá okkur. En núna er fólk að hugsa sér til hreyfings sem er mjög jákvætt. Þannig að við vitum það að það eru 4 íbúðir. En það er náttúrulega margt sem munur losna, en það gerist ýmislegt á meðan að þessi biðlisti, umsækjendur inn á þessum biðlista, oft hleypur á snærið og fólk fær íbúðir annars staðar, sem er náttúrulega kannski æskilegra heldur en ég kemur út í það hvort það er æskilegra, en allavega þá losnar oft fólk og það fær húsnæði annars staðar. En þetta er rétt í þar, já. Þessar 14 umsóknir eru óunnar, eins og það kallast. Áramót, ekki satt. Anna Sigríður Gjörsson. Forseti, komið upp í sama máli. Mér langar bara til þess að fá aðeins útskýringu. Það er í þessari sömu klausu í þessari skýrslu félagslegt leiguhúsnæði. Þar kemur fram að stigafjöldi þeirra sem voru á biðlista nam frá 4 stigum upp í 10 og þá langar mér bara að vita hversu mörg stig getum við fengið. Hver er skalinn? Er hann 1 upp í 10 eða það er ekki skýrt þarna. Og svo langar mér bara að ítreka spurningu félagi míns Ólafs, hann sem að beindi til formanns fjölskyldunefndar, hvort að þetta kannski að fá hvort að það hafi verið umræða það eða hugleiðingar hennar það hvort að þetta sýni okkur að við þurfum að fara að gefa í eða vinna öðruvísi
það að við séum með allt þetta fólk á biðlista sem að það er ekki auðvelt eins og hefur hér komið fram, það fer ekki hver sem inn á biðlista, það er allt sem að metið og við getum öll sótt en þörf okkar er metin. Þannig að mér þetta hérna gott að fá í fyrsta lagi svar við þessum skala og síðan hérna kannski einhver viðbrögð frá formanni félagsvísindanefndar þörfina. Eða að fjölga eða hérna hvað ég að segja, ég er svo þreytt við því, ég bara afsakið, fjölga eða finna einhver úrræði til þess að geta útvegað fleirum húsnæði. Kolbrún Gjörsvöld. Já, spurningin varðandi stigagjöfina á þessum tiltekna lista, það sækja margir ólíkir einstaklingar félagslegt húsnæði í Mosfellsbæ. Hann er til nákvæmlega þessi listi, ég er ekki með hann akkurat hérna núna, en eins og mig minnir að þá til dæmis einstæð móðir með 2 börn, mögulega á örorku, hún er væntanlega metin með sem 10 stiga manneskja, hún myndi til dæmis ganga fyrir. Einstaklingur, ungur einstaklingur sem er mögulega á vinnumarkaði en eitthvað hefur komið fyrir á leiðinni, ekki með börn á framfæri, hann væri til dæmis metinn kannski, ég held að séu bara 3 eða 4 stig, þú ert alltaf einhverja stiga einstaklingur. En ef því meiri sem vandamálin eru, því hærra skoraru á listanum og því frekar ertu í forgang. Og við einstæðir foreldrar með börn og því fleiri börn sem þeir eru með ganga fyrir. Ég var að spyrja, er hægt að fá meiri stig en 10? Það var mín spurning. Nei, það er ekki hægt að fá fleiri stig en 10. Mín spurning var skalan, Já. Er hann 1-10? Hann er 1-10. Skalinn er frá 1 upp í 10. Eða 3 upp í 10, eitthvað slíkt, já. Þannig að þetta er bara svona viðmiðun, þetta er svona listi sem að fólk getur haka við eftir hvernig umsækjendurnir eru sem sækjum. Þannig að að meta þörfina hjá hverjum og einum einstaklingi. En varðandi húsnæðið og hvort við ætlum að fara að byggja hér frekara eða fjárfesta í... Var það ekki spurningin? Ekki kannski að byggja? Nei, ok. Varðandi það að fjárfesta í frekara húsnæði. Þá ætti náttúrulega, varðandi félagslegu húsnæði, það stendur ekki til að fara að fjölga hér félagslegu húsnæði. Mér finnst frekar eins og við séum að þannig frekar að losna hjá okkur að ástandið var mun verra, enda vorum við að fara í gegnum mikla krísu, fjárhagskrísur, þjóðfélagið. Mér finnst bara hvernig tíðin vera orðin mun betri hún var og ég er sjálf bjartsýnni hvað þetta varðar. Við erum náttúrulega að fara að byggja hér leiguhúsnæði í okkar bæ og það myndi örugglega losna það myndi stytta þennan biðlista, örugglega töluvert, að hafa önnur úrræði en félagslegt húsnæði til útdeilingar hér. Þannig að ég, vitandi það að hér sé að fara að byggjast upp fjöldi íbúða sem á að fara á leigumarkaðinn, almennan leigumarkað, held ég að verði hljóta að vera bót í máli fyrir marga. Þannig að kannski að bæjarstjóri geti svarað þessu eitthvað betur, varðandi húsnæðismálin. En ég veit að fulltrúi Samfylkingarinnar situr líka í ákveðin nefnd húsnæðismál, þannig að á byggingu húsnæðismála, en við erum ekki að fara að fjölga hér félagslegu húsnæði, ég get svarað því þannig. Jæja, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Annars eru þau ekki svo vel? Ekki að ég vilji lengja þessum umræður úr hófi, ég hef kannski ekki talað nógu skýrt, en ég held ég að við samt ekki talað að við ætlum að fara að byggja félagsins húsnæði, heldur hvernig ég orða þetta, að gera eitthvað til þess að þannig við getum stytt þennan biðlista sem er náttúrulega fólk fyrir inn og náttúrulega af fjárhagslegum ástæðum. Það er ekki vegna þess að þó að væri fullt af leiguíbúðum á almennum markaði, þá kannski er þessi markhópur ekki, hann fær ekki náttúrulega inn vegna þess að hann á ekki pening fyrir því. Þannig að það var eiginlega bara það sem ég var að hugsa. Nú man ég ekki betur en já, ég ætla bara að segja þetta, ég man ekki betur en að sé þannig að ef að fólk getur útvegað sér sjálft leiguíbúð, að þá getur það fengið greiðslur
á móti sé það metið inn á hafi mat farið fram á þörf fólks og það lendir á biðlista, það geti síðan útvegað sér sjálft leiguhúsnæði, þá komi bærinn á móti með framlag. Er það ekki rétt muna hjá mér að þannig sé málum fyrir komið hér í Mosfellsbæ? Mér langar mig minnir það endilega, en ég ekki með þetta að skrifa fyrir fram mig, þannig að ég myndi gjarnan vilja fá staðfest eitthvað á því. Já, þetta er eiginlega spurningi, sko, við erum með biðlista og hann er sannarlega biðlisti fólks í þörf og það er í þörf vegna þess að fjárhagslegar ástæður þeir eru þannig að þetta fólk getur ekki leigt á almennum vinnumarkaði og þess vegna langaði mig bara að fá þessu umræðu, en ég held reyndar að Kolbrún sé búin að svara því en að það standi ekki til, en mér finnst gott að fá staðfestingu því sem ég minni að geti fólk á biðlista útvegað sér leiguhúsnæði á almennum markaði, þá komi bærinn til móts við það fólk eins og það væri að fá húsnæði hjá bænum. Haraldur Gjörsvöld. Og setjum bara þetta mál. Í fyrsta lagi, félagslegt leiguhúsnæði er neyðarúrræði og er fyrst og fremst hugsað fyrir þá sem eru í mjög brýnni þörf. Og þeim er styttra sem að fólk þarf að vera, þarf að þeirri aðstoð að halda, þeim betra. Því fyrir sem það kemst út úr þeirri fjárhagslegu og félagslegu aðstæðum sem að veldur því að það þarf á slíku húsnæði að halda, þeim betra og það er náttúrulega það er meðal annars okkar hlutverk þetta sem sveitarfélags að aðstoða þetta fólk í það að þeirra fjárhagslegu aðstæður getur orðið betri, þannig að það geti þurfi ekki á slíkri aðstoð sveitarfélagsins að halda. Við höfum verið að fjölga félagslegu leiguhúsnæði og við höfum gert það fyrst og fremst með því að auka sveigjanleikann í kerfinu. Það er að segja að við höfum ekki verið að, eins og formaður kom inn á, og það stendur heldur ekki til, að bæjarfélagið fara að byggja eða eignast fleiri félagslegar íbúðir, heldur þá frekar ef að þörfin er fyrir hendi að bærinn geti þá leigtar og geti þá verið sveigjanlegir í því að bregðast við þeim aðstæðum sem fólk þarf að halda hverju sinni. Vegna þess að þær aðstæður geta verið mjög breytilegar og hafa verið breytilegar á undanförnum árum. Þess vegna er okkar mati og mínu mati og ég veit að mati formanns fjölskyldunefndar betra að sveigjanleika sig í því formi að bærinn hafa aðgang á leiguhúsnæði og það er náttúrulega verið að auka þann aðgang núna markvisst, ekki bara með því að sé búið að úthlutað hér lóð fyrir leiguhúsnæði í miðbæ Mosfellsbæjar, heldur líka bara almennri uppbyggingu í bæjarfélaginu og á húsnæði sem hentar fyrir fjölskyldur sem að svona getur verið ástætt fyrir. Því að það hefur bara verið húsnæðisskortur í bænum. Ekki bara hér í þessum bæ, heldur hér á höfuðborgarsvæðinu og það er vantað íbúðir sem fólk getur búið í sem hefur því miður valdið því að leigu verður alltaf hátt hér á þessu svæði. Hér í Mosfellsbæ eru núna í byggingu á næstu misserum með 350 íbúðir sem án efa munu auka möguleika fólks til þess að geta leigt annars vegar á frjálsumarkaði og svo líka möguleika sveitarfélagsins að geta tekið íbúðir leigu til þess að koma til móts við þennan fólk sem þarf þessar aðstoð að halda. Síðan eru önnur úrræði sem að þín spurning annars held ég að snúast sem snýr að því að það er ekki bara aðstoð sveitarfélagsins felst ekki bara í því að leigja félagslegt húsnæði, heldur líka greiddar húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur fyrir þá sem falla undir það geta fengið það sem þá aðstoð við fólk sem er þá á almennu leigumarkaði. Þannig að sveitarfélagið er þá að greiða niður leigu sem að fólk fær þá á almennu leigumarkaði, annars vegar með almennum húsaleigubótum og svo með sérstökum húsaleigubótum. Og það er ekkert öll sveitarfélög með sérstakar húsaleigubætur. Mosfellsbær er með sérstakar húsaleigubætur og hefur bæði þau úrræði að aðstoða fólk til þess að geta leigt sér húsnæði á almennum markaði og svo líka með
húsnæði sem það annarkvæmt á eða leigir og endurleigir síðan sem félagslegt leiguhúsnæði og það falla sérstakar reglur. Þannig að ég held að það sé ekki að alhafi það hvort að félagslegu leiguhúsnæði muni fjölga eða fækka, það þarf að bregðast við aðstæðum hverju sinni og þegar fólk þarf nauðsynlega á því að halda þá þarf sveitarfélagið geta komið inn í, en sveitarfélagið er augljóslega að breikka húsnæðiskostinu sveitarfélaginu, bæði með því að stuðla að leiguíbúðum sem að verða byggðar og með skipulagi að stuðla uppbyggingu bæjarfélaginu, þannig að það verði meira framboð á húsnæði sem að gerir þá það að verkum að það sé hægt að bregðast við aðstæðum hverju sinni og hafa meiri sveigjanleika í því eins og það þarf og takast á hvert einasta verkefni. Þannig ég held að það sé búið erfitt en það vitum við ekki, þetta eru náttúrulega viðkvæmar upplýsingar sem að eru hjá fjölskyldunefnd og farið með það sem trúnaðarmál. Við vitum bara svona almennt hver staðan og ef einhver einstaklingur er með fær efstu eða hæstu einkunn sem er kannski versta einkunnin, þar að segja hvað varðar það að þurfa á félagslegu húsnæði að halda, þá er sveitarfélagið og fjölskyldusvið og fjölskyldunefnd örugglega að reyna að bregðast við því að koma því í þann farveg sem nauðsynlegt er, á þess að við getum fjallað hvert einasta mál hér. En almennt séð held ég bæði eins og kom fram í máli formannsins er ástandið að einhverju leyti að batna, það er að segja þörfin er einhverju leyti að minnka, það er að segja það fólk sem hefur þurft á þessu haldi er að hagur þessara batna og svo er líka úrræðinu aukast, það er að segja húsnæðinu að fjölga, bæði leiguhúsnæði og almennu húsnæði sem hægt er að eignast með öðrum hætti. Fleiri sem óska eftir að tjá sig. Kolbrún Gjörsvöll. Já, mér langar aðeins til að halda áfram með þessa samantekt þjónustu fyrir janúar til desember 2015. Sem sagt, mér langar aðeins að ræða þetta barnaverndina, af því að það kannski við ræðum hana nú ekki svo oft og fjölda tilkynninga og hvað rauninni þetta mál er þungt hér á sviðinu en og tekur náttúrulega mikla fer náttúrulega mikil vinna í að sinna hér barnaverndarmálum sem og þetta á það náttúrulega vera þannig en það má kannski taka það fram að bara það bárust alls 150 tilkynningar fyrir árið 2015 samanborið við 183 tilkynningar árið áður af því að við vorum að tala samanburðartölur. Það er tilkynningum aðeins að fækka. Hvort að það eru góðar að slæma fréttir veit ég ekki en við vonum þá að ég veit að tilkynningum frá lögreglunni er til dæmis að fækka. Það er verið að vinna eftir ákveðinu flokkunarkerfi hér hvort það sé ástæða til að opna málið ekki. Þannig að það er svona, eins og stendur á landsvísu, er þessu málum að fækka en það sem kannski svolítið stingur í augu og ég vil ræða það hér og það er kannski sem við náttúrulega erum að reyna með öllum ráðum að styrkja foreldra í sínum hlutverkum að hér til dæmis eru fleiri stúlkur tilkynntar en drengi og það eru öfugt við allt landið. Það eru fleiri drengir tilkynntir en stúlkur. Þannig að við þurfum eitthvað að líta okkur nær hvað það varðar og hvernig á því stendur. Það er líka, ég get náttúrulega aldrei tekið til orða þannig að það sé gaman að segja frá því, en það þarf að segja frá því að skólarnir hafa verið að tilkynna og leikskólarnir hafa tekið sig á líka og tilkynnt og það er að fjölga tilkynningum þaðan, en ég voni miskilji mig ekki, það má ekki segja að það er gott að það fjölgi tilkynningum, við erum bara að tala um það að það verði allir að vera vakandi. Og mér svona var svolítið brugðið að sjá það af hverju, hvernig þið stendur á því og vil fá vita það af hverju hvað er með stúlkurnar okkar hér í Mosfellsbæ og það er til dæmis ástæðan fyrir því að mér finnst þessi samanhópur til dæmis vera mjög mikilvægur. Hans markmið er að styrkja foreldra í sínum hlutverkum. Við erum hér með opin hús og alls konar uppeldisráðgjöf fyrir foreldra, mikið ráðgjöf sem fer fram í gegnum síma og við náttúrulega bara vonum að foreldrar leiti sér aðstoðar sem eru í kannski eru búin að missa einhvern veginn tökin á
á uppeldinu og hlutverki sínu sem uppalendum. Þannig að þá það eru ákveðna bjargir sem eru í boði fyrir foreldra. Þannig að þetta eru upplýsingar sem liggja hérna fyrir í þessari samantekt og mikilvægt að við lokum ekki augunum fyrir því. Það er kannski bara það sem ég vildi ræða og rauninni hvað við öll sem bær erum að ala upp hér okkar börn og þurfum öll að skoða það hvar er pottur brotinn, hvar til dæmis stúlkunar okkar varðar. Takk, forseti. Orðið er laust. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerð fjölskyldunefndar gjósa ekki á merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 197. fundar menningarmálanefndar sem haldinn var þriðjudaginn 15. mars. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðu lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerðina gjósa ekki á merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Næst er fundargerð 409. fundar skipulagsnefndar sem haldið var 5. 17. mars. Orðið er laust fundargerðina. Bjarki, gjörðu svo vel. Sá ekki betur. Það er forseti, ágæta bæjarstjórn. Það er skipulagsnefndar fundur númer 409 sem hér er til umræðu. Ég kem hér í fyrsta lagi upp undir máli númer 53 sem að snýst hestaíþróttasvæði á Varmabökkum, endurskoðun deiliskipulags. Ég vil bara vekja athygli á því að þetta hefur nú verið dálítið lengi svona í deiglunni og á dagskrá, en nú er þetta komið snertur á ýmsa þætti þarna, bæði í umhverfinu og byggingar, en málið er komið svona á þann punkt, eins og segir í fundargerð, með leyfi forseta, skipulagsfulltrúa er falið að annast gildistöku skipulagsins. Þetta var með Varmárbakkana, hestaíþróttasvæðinu. Mér langar forseta að tala líka annað mál en nú ég er kannski að bíða með það. Eru margir sem vilja ræða þetta þriðja mál? Já. Kannski þá bíða með að klára þriðja málið. Sigrún, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ég kem hér upp undir máli númer 3, hestaíþróttasvæði á Varmabökkum. Það er satt hjá Bjarka, þetta er búið að vera lengi í deiglunni þetta mál og íbúahreyfingin hafði í upphafi sitt að segja þetta mál. Og vegna þess að þegar að skipulagsgögnum komu þá var hvergi minnst á náttúruverndargildissvæðisins í skipulagsgögnum og fulltrúi íbúahreyfingarinnar óskaði eftir því að úr því yrði bætt. Það var hvergi minnst á náttúruverndargildi, sagði hún, og möguleg umhverfisáhrif í skipulagsgögnum. Einnig vakti fulltrúi íbúahreyfingarinnar athygli á því að með því að fylla upp í skurð meðfram friðlýstasvæðinu við Ósavarmá og byggja reiðleiðina ofan á uppfyllinguna væri verið að opna friðlýstasvæði fyrir umferð og stofna lífríkinu þar í hættu. Það væri því fullt þörf á að gera góða grein fyrir mótvægisaðgerðum. Og hún síðan óskaði eftir því að verndargildi svæðisins yrði sérstaklega lýst og mögulegum umhverfisáhrifum. Og skipulagsnefnd tók að
að nokkru leyti tillit til þessa. Það er að segja að þau bættu í skipulagsgögnin, bættu inn kafla aðliggjandi verndarsvæði. En því miður hefðum við viljað að betur væri staðið að þessu vegna þess að það eina sem tiltekið varðandi verndarsvæðið að það sé annars vegar friðlýst og hins vegar á náttúruminjaskrá. Það er ekkert sagt til forsendur verndunarinnar og það þykir okkur ekki gott eins með reiðleiðina að sem sagt opna að fylla upp í skurðinn sem liggur hérna meðfram og skilur hesthúsahverfið frá friðlandinu. Þá er verið að opna leið inn í friðlandið. Það eru ákveðin lög sem gilda friðlandið eða ákveðin skilmála sem gilda friðlandið. Þar með að til dæmis hundar ekki fara og náttúrulega hross ekki heldur. Og eins og þeir viti þá eru hundar oft lausir og það getur líka komið fyrir og hefur margoft komið fyrir að hross sleppi frá eigendur sínum. Og við ákveðnar aðstæður, ef að það gerist að hross sleppur þarna út á svæðinu og fer út á friðlandið, þá er þetta svo viðkvæmt svæði, sérstaklega ef að blautt á, þá er þetta einfaldlega svo viðkvæmt svæði að hross gæti einfaldlega lagt þetta svæði í rúst í einu vettvangi. Það er mjög auðvelt að spilla þessu svæði og þess vegna finnst okkur ekki, Mosfellsbær er stærsta á mest land af öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Hér eru einungis 3 mjög lítil friðlýst svæði, nokkurs konar frímerki. Það eru sem sagt 2 svæði sem tengjast Varmáni, það eru friðlýstu ósarnir og það er Álafoss, síðan er einn foss, Tungufoss friðlýstu líka. Og það eru öll herlegheitin, þess vegna er óskaplega mikilvægt að hugsa vel þessi svæði og passa þau eins og sjálfvaldur augarsins. Einu mótvægisaðgerðirnar sem minnst er á í skipulagsgögnunum að það eigi að setja meðfram reiðleiðinni sem snýra að friðlandinu. Þar eigi að setja létta kaðalgirðingu. Og ég bara spyr, sjáu þið fyrir ykkur að þetta komi í veg fyrir að hundar og hross komist inn á svæði. Mér finnst ekki nógu vel að þessu staðið. Við búum líka við það að það er fyrir áramót þá tóku gildi ný náttúruverndarlög. Og í þessum náttúruverndarlögum er kveðið á að það eigi að leita umsagnar Náttúrufræðistofnunar. Og Náttúrufræðistofnun er náttúrulega umsjónarmaður friðlandsins ásamt Mosfellsbær, en yfir umsjónina hefur Náttúrufræðistofnun. Það hefur ekki verið leitað umsagnar Náttúrufræðistofnunar. En í lögunum segir, í 50. grein náttúruverndarlaga, segir að það þurfi umsagn Náttúrufræðistofnunar, það þurfi umsagn Umhverfisstofnunar og það þurfi umsagn umhverfisnefndar. Og þar sem að mjög mikið er í húfi, þá finnst okkur ástæða til að þetta fari aftur, þetta fari aftur til nefndarinnar og það verði kallað eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar og eins verði þessi kafli aðliggjandi verndarsvæði, hann verði endurbættur að því leyti
að þar komið fram af hverju þetta svæði er hérna verndað, hvað sé svona mikil virði þar og það verði líka sagt frá því hvernig umgengni eigi að vera þarna á þessu svæði. Þannig að deiliskipulagið sem að kemur í hendurnar á framkvæmdaraðilum, það hafi eitthvað fræðslugildi. Það verður að hafa fræðslugildi svona deiliskipulag vegna þess að annars erum við ekki að passa upp á náttúruperlurnar okkar. Og þess vegna óska ég eftir því að það verði og tillagan hljóða svo bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar fer þess að leita óska verði eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar áður en bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag hesta íþróttasvæðisins á Varmabokkum. Samkvæmt 57. grein nýrra náttúruverndarlaga skulu stjórnvöld við töku hvers kyns ákvarðana sem áhrif geta haft á friðu vistkerfi, vistgerðir eða tegundir sína sérstaka aðgátt svo ekki verði gengið gegn markmiðum friðunar og leita umsagnar stofnunarinnar áður en tekin ákvörðun framkvæmd. Og það á þessum forsendum sem við í íbúðarhreyfingunni óskum eftir því að þetta verði gert. Og eins náttúrulega óskum við eftir því að þessi greinargerð með skipulaginu, hún verði endurbætt. Vegna þess í rauninni það sem tilgreint í þessari greinargerð eiginlega eingöngu hvernig í rauninni eingöngu það sem að rýrir verndagildið. Það að þarna allt fullt af njóla, það að þarna allt fullt af skógarkerli og svo framvegis og svo framvegis. Það einhvern veginn svona, það ekki verið að hífa þetta upp, heldur einhvern veginn talaða niður í þessum kafla verndagildi. Fáum við tillöguna, Senda? Bjarki, gjör svo vel. Já, forseti, það aftur þetta mál, eða áfram, hesta íþróttasvæði á Varmabökkum. Það var ýmsir punktar hjá bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar og leiðrétta tvennt þarna í upphafi. Það ekki 3 friðlýsssvæði í Mosfellsbæ heldur 4. Það fólkvangur í Bringum sem var hér friðlýstur fyrir 2 árum. Síðan það með yfirsjón, fulltrúinn talaði Náttúrufræðistofnun, ég hygg á hann að átti umhverfisstofnun sem sér friðlýsingarmálin og gerir samning á milli bæjarfélagsins í þessu tilviki og það til dæmis þessi umsjónarsamningur og þeir hafa verið undirritaðir bæði við Álafoss fyrir Fossasvæðin 2 og síðan í Bringum. Það umhverfisstofnun. Eins og að Náttúrufræðistofnun hefur reyndar komið að þessu svæði hér fyrir nokkrum misserum og gerði þá úttekt á vegum bæjarins einmitt útbreiðslu ákveðna plöntur sem þar vex sem aðalástæði fyrir þessari friðlýsingu. Planta sem heitir Fitjasef á íslensku og hefur aðeins fundist á einum öðrum stað á Íslandi. Það kom nú í ljósa sem þetta gleðifréttir að plantan hefur aðeins dreifst sig út fyrir friðlýsta svæði, reyndar yfir varmána. Þetta sem sagt með leiðréttingar. Hins vegar var líka komið að deiliskipulagstillögunni sjálfri og það öllum ljóst sem vilja vita af hverju þetta svæði friðlýst. Það til dæmis þarna örskammt frá stórt og mikið skilti, fræðsluskilti, einmitt frá umhverfisstofnun. Það sem að þetta alveg útlistað hvernig þetta með plöntuna og svo framvegis. Það var rætt áðan ákveðnar mótvægisaðgerðir. Þetta sem sagt í stuttu máli þannig að
það verði gerð þarna reiðstígur alveg á mörkum hestamannasvæðisins og hins friðlýsta svæðis. Skurðurinn sem þá ekki lengur til staðar, sem hefur verið ákveðin hindrun, það er að mæta því eins og kom hér fram áðan með því að gera kaðlageringu eins og það líka nefnt hér áðan. Ef að það er ekki nóg þá er hægt að efla hana á allan hátt og gera hana einfallega eins og oft er meðfram reiðleiðum. Létt kaðlagering sem að hestar fælast mjög. En ég var alltaf erfitt að sjá fyrir mér hundagirðingu í Mosfellsbæ. Það er engin hundagirðing þarna á svæðinu, hvorki hjá hestasvæðinu eða neinstaðar. Ég held að verði þá bara að treysta á hundaeigendur þeir gæti sína hunda. Þetta er það sem ég vildi nú koma að. Og ég sé enga ástæðu að málið fari aftur til skipulagsnefndar og ef hún kemur hér til atkvæði þá legg ég til að hún verði felld. Theodór Gjörsvæl. Forseti, þetta er umræðu deiliskipulag hesta íþróttasvæðis Varmabökkum og við kannski vitum það að friðlýstasvæði er utan skipulagsins sem er ágætlega fjallað á vef Umhverfisstofnunar og ekki nóg það er auglýsing sem fjallar sérstaklega friðlýsingun og hlutverk sveitarstjórnar eða bæjarins í eftirliti með því og brot gegn friðlýsta auglýsinguna þessum friðlandi, það er bara refsing samkvæmt lögum. Umferð hesta eða hestar mega ekki þarna vera við beit eða önnur dýr en hins vegar varðandi með leyfi forseta umferð friðlandi 5. grein. Almenningi er heimil för friðlandir og öllum skylt að ganga vel og styrkja svæðið. Umferð vélknúna farartæki er óheimil innan marka friðlandsins og síðan er óheimilt að hafa hunda lausa innan friðlandsins. Það takmarkar ekki rétt fólks til að ganga þarna með hundar sína. Það fjallaði ágætlega þetta í auglýsingunni frá 7. mars 2012 og undirritað eða frágengið og skýr skylda okkar að hafa eftirlit með þessu. En kannski rétt að nefna það kannski á fundum okkar þá og kannski af því ég er nú kannski með minni þekkingu heldur en kannski margir aðrir á umhverfismálum eins og eru hérna og fleiri að þá man ég líka eftir þeirri umræðu þá kannski á fundum okkar að fylla í skurðinn sé ekki bara slæmt heldur og í nefndin okkar að þá er fróður maður allt sem snýr að plöntum og gróðri og með því að fylla í skurðinn þá það er ekki bara vont heldur náum við endur eða kalla fram fyrra lífríki sem þarna var, það votlendi sem var þarna og það var mat þess, hvað ég segja, sem mesta þekkingu í nefndinni hefur af gróðri og því að það væri bót af því. Það var fært tilbaka þarna, það var skekkja í gögnum sem að þannig að deiliskipulag náði á friðlandi, það var lagfært og ég held að þetta sé og hafi allan tíman, þetta er vel unnið, velfæri með það en ég ger ekki lítið úr því sem að Sigrún Bæjarfellur víkur hérna að við höfum auðvitað að gera íbúum grein fyrir því að við getum þessuna upplýst einmitt hestamönnum þetta sérstaklega hvaða reglur gilda svæðið og íbúana líka og minna á mikilvægi þess að ganga friðlandið eins og reglur okkar segja fyrir og brot varði refsingu. Þannig ég tek heilsögundu það en deiliskipulagssvæðið snýr að hestasvæðinu og ég held við að fjalla það. Hins vegar með friðlýstasvæðið þá eru skýr og greinileg reglur sem gilda það og markað í og ágætlega frágengið. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Sigrún Gjörsvæl. Ágæti forseti, getur ekki verið, Bjarki Bjarnason, að þú sést að vinna eftir gömlu náttúruverndarlögum?
vegna þess að þetta kýrskýrt í 57. grein nýrra náttúruverndarlaga og ég ætla bara að lesa hann upp. Þannig að við tökum hverskins ákvarðana sem áhrif geta haft á friðu vistkerfi, vistgerðir eða tegundir skulu stjórnvöld sína sérstaka aðgátt svo ekki verði gengið gegn markmiðum friðunar. Áður en tekinni ákvörðun framkvæmd sem felur í sér röskun friðars vistkerfis, friðaðrar vistgerðar eða búsvæðis friðaðrar tegundar, eins og þarna, til dæmis með veitingu framkvæmdaleyfis eða byggingaleyfis skal leita umsagnar Náttúrufræðistofnunar Íslands, Umhverfisstofnunar og viðkomandi náttúruverndarnefndar. Þannig að það ekki búið að leita þessara umsagnar Náttúrufræðistofnunar og ég tel að af því að þessar mótvægisaðgerðir, þær eru svo léttvægar. Létt kaðalk, í lýsingunni stendur að þarna eigi að vera létt kaðalgirðing. Og hún bara ekki held, það má ekki, þetta svæði, það alveg sérstaklega viðkvæmt og bara þarna sem sagt, stoppar til dæmis á hverju vori og hverju hausti heilu hóparnir af margæs stopp á viðkomu í friðlandinu. Þetta líka fuglasvæði þar sem að skiptir máli að sé alveg sérstök varúð og að allt sé gert sem hægt líka bara til þess að vekja athygli á því hvert verndargildi svæðisins er og hvaða reglur skuli gilda umgengni á svæðinu. Og þessu bara verulega ábótavant, til dæmis í þessari lýsingu í greinargerð með skipulaginu. Það ekki einu sinni sagt frá því af hverju svæðið verndað, af hverju svæðið friðlýst. Það ekki einu sinni sagt frá því. Það ekki einu sinni haft fyrir því að gera grein fyrir því hvers virði þetta svæði Það ekkert nógu að segja að það sé friðlýst eða að það sé á náttúruminjaskrá. Það ákveðin helgunarbelti. Til dæmis, það ekki minnst á helgunarbeltin, það ekki minnst á hverfisverndina sem aukin þarna á þessu svæði neðst við Varmárósa. Þetta allt hlutir sem hljóta eiga að koma fram í svona texta. Óskað eftir fundarhlé. Östu þetta mál. Já. Harald Theodór, þú varst búinn að biðja orðið en það biðja? Nei. Ok. Haraldur, svo gerum við hlé. Bara östuð ég sé ekki betur en að ég sé ekki betur en að þetta ágæta mál, ég ekki sérfræðingur í því, verð nú viðkynna það. Breyting á þessu ágæta skipulagi við Hesthúsahverfið. Við búum nú svo vel í Mosfellsbæ að við eigum mörg svæði og getum lifað í sátt og samlyndi hvort og annað, hestar, dýr og menn. Á þessu ágæta svæði við Leirvog eru mjög mörg útivistarsvæði. Það eru hjólreiðaleiðir, það eru reiðleiðir, það eru gönguleiðir, það er golfvöllur, það er hestarsvæði og ég hugsa að þetta sé eitt stærsta og mest sótta útivistarsvæði á landinu, ef ekki það mest sótta og á mínum mati minnst það fallegasta og besta. En ég viðurkenni það hlutlægt mat mitt sem mjög oft á þessu svæði. Hef ég farið bæði gangandi, hjólandi, ríðandi og golfandi og siglandi þetta svæði alls saman og hef notið þess í öllu ár sem ég hef hér búið. Og hef líka farið þetta frílistarsvæði,
sem að friðlýst vegna þessa sefgras sem að bæjarfulltrúi Bjarki nefndi hér áðan. Og ég gerum ráð fyrir því að maður vil nú ekki fá hestana út á það friðlýsta svæði til þess að þeir borði nú ekki grasið, friðlýsta grasið, en veit nú svo sem ekki hvað hundar myndu gera þarna frekar en annars staðar. Hundar ekki að ganga lausir, það er bara þannig. Þannig eru reglur bæjarfélagsins og það er viðurlög við því ef hundar ganga lausir, þarna sem annars staðar. Og þannig að ég veit ekki, síðan það sem ég vildi nú líka segja er að ég er svona velti fyrir mig hvort að íbúahreyfingin, eða bæjarfulltrúi íbúahreyfingarnar þurfi bara ekki að fara í skipulagsnefnd. Það er fulltrúi íbúahreyfingarnar í skipulagsnefnd, hann hefur tekið þátt í umfjöllun þetta skipulag. Ég sé ekki að íbúahreyfingarnar segja að við talar í fleirtölu að við þá einhverju íbúahreyfingunni hafa athugasemdir við meðferðin í skipulagsnefnd. Fulltrúi íbúahreyfingarnar í skipulagsnefnd, ekki að mér sjáandi hafði einar athugasemdir við það. Allavega hefur það ekki komið látið þeirri ljós í formi bókunar en neitt. Ég þó get ekki fullyrt umræðana, ég var ekki þar. En ég er svona veltið fyrir mig hvort að það þurfi ekki bara að bæjarfulltrúum þurfi ekki bara að skipa sjálfa sig í skipulagsnefnd til þess að geta komið öllum þessum sjónarmiðum á framfæri. En svo tek ég undir það að gera hér fundarhlé. Það er svaraði sér, bara mjög stilt. Gjör svo vel og svo gerum við fundarhlé. Já, ágæti forseti, eins og ég rakti áðan, þá vann fulltrúi íbúahreyfingarinnar umhverfisnefnd sérstaklega vel í þessu máli, setti fram tillögur sem síðan komu til skipulagsnefndar og var unnið úr af þeim. Þannig að við þurfum ekkert öll að vera á bólakafi í þessu máli. Þegar ég tala við, þá er ég náttúrulega að tala það að við vinnum saman og hittumst alltaf einu sinni í viku og ræðum málin og komist að niðurstöðum hvernig við ætlum að skoða mál. Þá gerum við fundarhlé. Við hefjum þá fund að 9. Theodór, gjör svo vel. Takk fyrir, forseti. Það er sama mál, það er deiliskipulag þarna hægstasvæðin okkar og Sigrún vék Bæjarfulltrúi Suður vék lögum náttúruvernd 57. grein og kannski rétt að vekja athygli að maður les aðra málsgrein 57. grein alla, ef ég mætti lesa með leyfi forseta aðra málsgrein. Við tökum hvers kyns ákvarðana sem áhrif á að geta haft á friðu vistkerfi, vistgerðir eða tegund skulu stjórnvöld sína sérstaka aðgát, svo ekki verið gengið gegn markmiðum friðunar. Áður en tekin er ákvörðun framkvæmd sem felur í sér röskun friðaðs vistkerfis, friðaða vistgerða eða búsvæðis, friðaða tegunda, til dæmis með veitingu framkvæmdarleyfis eða byggingarleyfis, skal leita umsagnar Náttúruverndarstofnunar Íslands innan Gæslappa eða Umhverfisstofnunar og viðeigandi náttúruverndarnefndar. Og það er rétt hjá henni, en leiðbeiningar og það sem kemur fram nú til dæmis með veitingu framkvæmdarleyfis eða byggingarleyfis. Hvorugt er verið að gera. Það er verið að skipuleggja svæði og leggja til deiliskipulag sem veitir skipulagsstofnunar. Hafi okkur orðið á, bæði nefndinu og síðan fagfólkinu hér í húsinu og við gengi gegn lögum, þá gerir ég ráð fyrir að það verði ekki staðfest af skipulagsstofnun. Þannig ég minni aftur á að það er búið eins og þessi sömu lög kveða á og ég er búinn að fara yfir á það er auglýsing friðlistarsvæðið, það er nákvæmlega skilgreint og langur texti á 2 blaðsíðum sem fjallar svæðið okkar, hvernig maður gangum það, hvað er leyft og hvað er ekki leyft og það er okkar að fylgja því eftir, en þarna skarast ekki þetta tvennt. Þannig að ég hef, eins og fyrir daginn, trú á okkar stofnunum og legg til þess vegna að þetta verði samþykkt og leyfi þess að fara þennan hefðbundna og venjubundna farveg og minni á að deiliskipulagssvæði er utan friðlistarsvæðisins og ekki vera að raska því.
Takk. Eru fleiri sem óska þess að taka til máls um þetta? Sigrún, gjör svo vel. Hvað er það að taka oft um að Hún er tillöguflytjandi. Ertu til í að lesa allt aftur? Það sem varst að lesa? Theodór. Er það ekki þetta að fundarlega? Ég gerum fundahlið. Ef það verður að byrja funda 9, er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ég var með tillögu, ég var að lesa hann á Já, og það fer að koma að því að hún verði... Þannig að þú mætti að lesa hann upp aftur. Er hún breytt hér eins og ég með hana? Eru önnur mál í fundagerð skipulagsnefndar sem hann óskar ræða? Já, þá Bjarki var búinn að biðja um orðið alveg rétt, já. En býtu, ég held að sé rétt að við afgreiðum þessa tillögu, ég ætlaði bara aðtöga hvort það væri eitthvað fleira, en afgreiðum þessa tillögu og þetta ágæta þriðja mál, ég held að sé rétt að við bara tökum það fyrir sérstaklega og áður en að við höldum áfram með fundagerðina að öðru leyti. Erum við sammála um það að gera það? Það liggur hér fyrir tillaga frá M-lista sem er svohljóðandi. Bæjarfulltrúi íbúarhreyfingarinnar fer þess að leit að óska verði eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar áður en bæjarstjórn samþykkir nýtt deiliskipulag hestaíþróttasvæðis á Varmárbekkjum. Samkvæmt 57. grein nýrra náttúruverndarlaga skulu stjórnvöld við töku hvers kyns ákvarðana sem áhrif geta haft á friðuð vistkerfi, vistgerðir eða tegundir sína sérstaka aðgát, svo ekki verði gengið gegn markmiðum friðunar og leita umsagnar stofnunarinnar áður en tekin er ákvörðun framkvæmd. Einnig verði forsendum verndarinnar lýst og mótvægisaðgerðir endurskoðar. Þeir sem samþykkja þessi tillögu gjóða svo gjamerki. Takk fyrir og á móti. Tillagan er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Þá ber ég upp afgreiðslu skipulagsnefndar á þriðja máli eins og það hljóðar. Ég ætla að bóka. Já, ég ætla bara bókar í framhaldi að því við afgreiðum tillöguna. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gjóða svo gjamerki. Takk fyrir og á móti. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1 og það er boðið bókun. Eigum að hafa umræðum önnur mál á meðan eða óskar eftir fundarhlé? Hafðu bara umræðum önnur mál á meðan. Bjarki, gjör svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir mál nr. 4 í sömu fundagerð skipulagsnefndar sem að heitir Selholt aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag. Þetta mál hefur nú verið hér alloft dagskrá í skipulagsnefnd og hér líka í bæjarstjórn, en vildi vekja athygli á því að gæti svo farið að máli sé að taka nýja stefnu eins og kemur nú reynda fram í fundagerðinni eða niðurstöðinni. Með leyfi forseta þá segir þann skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að hefja undirbúning skipulagsvinnu sem nauðsynlega til þess að hugmyndir Víkingabæ á Langahrygg getur orðað að veruleika. Þetta hefur verið dálítið flókið mál á þessu svæði sem var upphaflega hugmyndin að byggja þetta Víkingaþorp á, eða Víkingabæ, en framkvæmdaaðilar hafa sjálfir óskað eftir að þessi möguleiki verið skoðaður. Langihryggur, hann er aðeins hærra í landinu, áttina Stardal þar, og það er eins og kemur hér fram bara að það má verið skoðað. Ég vildi bara vekja athygli á þessari stefnu sem málið er að taka núna. Takk. Fleiri sem æski eftir þess að taka til máls fundagerð skipulagsnefndar? Ef ekki, þá lít ég svo á að umræðum sé lokið fyrir utan þessa bókun sem er væntanleg. Ég ber upp afgreiðslu skipulagsnefndar á öllum málunum að þriðja máli sem voru þegar búin að afgreiða. Þeir sem að staðfesta afgreiðsluna gjör svo að gefa merki. Takk fyrir
Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og við gerum fundarhlé. Þá funda 9. Sigrún, gjör svo vel. Ég þarf að opna þetta. Já, bókunin hljómar svo. Bæjarfulltrúi Íbúðarhreyfingarinnar telur ótækt að bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykki deiliskipulag hestaíþróttasvæðis á Varmárbekkjum án þess að fyrir liggi umsögn Náttúrufræðistofnunar. Í skipulagsgögnum eru engar haldbærar mótvægisaðgerðir að finna sem tryggja að friðlandinu verði ekki spillt. Það er ljóst að létt kaðalgirðing heldur hvorki lausum hundum né hrossum sem sleppa út úr girðingu frá friðlýsta svæðinu. Eitt fjörugt hross gæti ef blautt er á valdið þar miklum skaða. Engin greinargerð fyrir forsendur náttúruverndar og friðunar á svæðinu í gögnunum og engin varnaðarorð höfð uppi umgengni á svæðinu í greinargerð. Úr því þarf að bæta. Óskar eftir fundarhlé. Það er óskað eftir fundarhlé og það er orðið við þeim. Við hefjum funda 9. Theodór, gjör svo vel. Ásakið. Herðu, á þess að orðleikja það frekar þá kannski ítrykka það sem hefur komið fram að deiliskipulagssvæði Vestmannaeyjafjarðarhrepps er utan friðlýstasvæðisins, en til að bregðast við bókun M-lista þá er það bókun D, VAF og S-lista. Svona, deiliskipulagið tekur ekki til friðlandsins sem strangar reglur gilda og fjallaður með auglýsingu nr. 710 frá 7. mars 2012 friðland við Varmárósa í Mosfellsbæ. Við vinnslu þessa máls hefur skipulagsnefnd og starfsmenn umhverfisins vandað til verks og nú liggur fyrir að skipulagið mun fara til Skipulagsstofnunar sem þarf að staðfesta það. Það er réttur ferill þessa máls. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þannig að þá er afgreiðslu fundagerða sem eru til staðfestingar lokið og við tekur að fara yfir fundagerðir sem eru til kynningar. Það er fyrst fundargerð 239. Stjórnarfundar Strætó sem var haldinn 29. febrúar. Orðið er laust þá fundagerð. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundagerðin lögð fram. Og að síðustu er það fundagerð 240. Stjórnarfundar Strætó sem haldinn var 11. mars. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið, fundagerðin lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Ég þakka fundasettuna og segi fundi slitið. Ég ætla að lesa hérna